I am honest, I'm the best damn thing that could happen to you. But every living thing has a bad side. Show me your backside, I'll tell you what's better for you. Spread your wings like a butterfly. Reveal what you always hide. Keep the story simple, girl, please don't dramatize. Tell your boyfriend it's too late, there's no need for him to cry. Him to cry, him to cry, him to cry. With everything you wanna do, wanna do, wanna do. We're down with the same thing, let's do the same thing over and over. Right away, you say we take this day by day, but your rules are hard to follow. I say we do it like there's no tomorrow. Spread your wings like a butterfly. Reveal what you always hide. Keep the story simple, girl, please don't dramatize. Tell your boyfriend it's too late, there's no need for him to cry. Him to cry, him to cry, him to cry. I'm down with everything you wanna do, wanna do, wanna do. We're down with the same thing, let's do the same thing over and over. You're down with everything I wanna do. I'm down with everything you wanna do, wanna do, wanna do. We're down with the same thing, let's do the same thing over and over. I like it. I love it. I like it. I love it. I like it. I love it. Watch me turn up in it. Turn up. Watch me turn up. Turn up.
I love it. I like it. I love it. I like it. I love it. Watch me turn up in it. Turn up. Watch me turn up. Turn up. Watch me turn up. Watch me turn up in it. Turn up. Watch me turn up. Turn up. Watch me turn up. Watch me turn up in it. Komið sæl, komið að Vodafone-deildinni 10. umferðin að hefjast og það styttist í jól og ég veit ekki alveg hver þetta er við hliðina á mér en þetta er einhver. Þetta er jólatommi. Það verður frábært að vera skipt yfir þig til þess að getur séð jólatóma. Já. Já. Snjókoma og ég verið seríur. Ég verið það, ég bara, þú veist, þú ert sérst bara að gera þetta og ég sagði þið síðast að ég verður rosalega mikið jólamat og sannlega meira jólamat. Já. Þá þurft þú bara að fara aðeins meira. Þetta er keppni á milli okkar. Hvaða barni stalst þessari húf af? Hvað meinar þú? Nei, þú veist bara, á leikskólum í morgun voru allir krakkandi með svona. Já. Er eitthvað núna heima á þessu grátandi sem fekk ekki húf eða? Fara heim með húna sína. Kanski. Ég meina, þú veist aldrei að vita. Ég tók þetta pandas. Já, bara höfum við það. Það er 10. umferð Vodafone-deildarinnar framundan. Og, Tommi, veist hvað ég er að fatta? Hvað? Þegar þessi deild er eftir kvöldi í kvöld. Já. Og deildin hálfnuð. Er það? Það ekki. Já, síðan bara jólafrí eftir föstudaginn, leikmannaskipti á eftir föstudaginn og 3 vikur fyrir fólk að finna sér nýja leikmenn, kannski?
Það er galið, sko. Það er galið, það er alltaf að gerast og það fara að snjóa í stúdíónu bara svona eins og, í öllum alvöru stúdíóum, þá bara tökum við jólin með okkur inn. Eins og glöggir menn sjá, þá byrjað að snjóa í arena. Algjörlega, Já. algjörlega. Það er svona... Tommi, það eru 2 toppleikir í kvöld. Ef við kannski byrjum á að kíka á stöðuna. Nei, byrjum á að kynna leikina. Það er að sjálfsögðu, fyrirleik kvöldsins er Valea gegn Sögu og seinni leikur kvöldsins er svo Ármann gegn Þór. Þetta eru liðin, fyrirleikurinn eru sem sagt liðin í 4. og 7. sæti og seinni leikurinn er verið liðs í 2. og 5. sæti og Tommi, það er að verða mjög mjótt á mununum þannig í miðjunum. Við slum kíkja á stöðutöfluna eins og hún er núna. Dusty eru náttúrulega á toppnum með fullt hús stiga, 18 punktar í húsi þar. Það er hins vegar, ekki búin að vera jól fyrir norðan. Þórsara búin að tapa sínum, tveimur af sínum síðustu leikjum. Vinna svo 1 gegn Kortringum en tapa svo með Dusty. Hann eru 3 töp í 4 leikjum, liðið sem hann leit út fyrir að, það væri bara svo gott sem að fara eingöngu með töp á móti fótbolta. Tapar alltaf bara á móti Dusty í fyrstu umferðinni, þannig að, fyrstu turneringunni, þannig að áhugaverð saga að þróast þar og sagan segir þessu nýja leikmenn að koma aftur inn í kvöld og svona, ekkert nýjir en gamle leikmenn að koma aftur inn. Gamle nýjir sem hafa vantaði síðustu leiki og þannig að Þórsararnir gætu, mögulega með nýjum hóp gert eitthvað aðeins meira. Síðan er það, eins og þú sagði, XI er í 3. sæti með 10 stig ásamt Valea með sigri í kvöld getur komast í 12 punkta jafna Þór ef Þórnar ekki sigur gegn Ármanni. Ármann hins vegar getur komast í 10 punkta og jafnað XI og Valea en ef að Saga vinnur Valea þá getur Saga jafna Ármann. Þetta er sagan. Það er allt jafnt, það er stutt á milli þarna og þó að Dusty sé mun að skilja sig að á toppnum þá er heldur betur slagur þetta, 2., 3. og 4. þessi stórmeistara mót sæti. Já, heldur betur og eins og komast inn á Þórsarar náttúrulega mistiga sig, renna í jólasnjónum eða eitthvað og eru í vesinn akkurat núna. Það snjóar alltaf svo mikið fyrir norðan, sko. Já, alveg híklust, það snjóar alveg brjálæðslega mikið og ég meina, kannski bara skiljanlega, þeir þurfa að láta vetrardekki undir og reyna að spóla sig út úr þessari krísu sem þeir í, því að þetta er ekkert nema krísa. Þeir eru búin að tapa um Fylki í overtime, við vorum að tala okkar á milli. Þetta er rosalega svona unkarakteristik fyrir liðið af svona... meira sem bara þegar þú segir sko overtime, þetta er ekki lið sem tapar í overtime. Nei, þú veist, þetta er endalaus reynsla þarna innan hús, þú veist, og eins og ferðin á, það eru menn að koma inn mögulega í kvöld sem eru augljóslega menn sem geta gert gæfumuninn en samt sem áður, line-upin sem er á blaði þarna, þetta er brjála line-up sem á bara dusta þetta af sér og ekkert mál og náttúrulega fyrir það tap móti Valea í Dust, láta rústa sér í Dust 2 sem eru búin að spila mjög vel framan á tímabili og við erum að byrja að koma inn á það að Valea eiga svona pocket pick í Dust 2 þarna inni sem að þeir að spila mjög vel. Já, meina fyrirleik kvöldsins Valea eru bara blúsandi siglingu. Líta vel út núna, búin að taka 2 sterkar sigra í síðustu leikjum gegn Þór og Ármann, þannig að Valea allavega í svona leiðinu upp á við hjá þeim, voru lengi í gang en nú verðist það vera að fara að líta ágætlega út. Já, langt tímabil augljóslega hentaði bara miklu betur heldur en svona snöggt tímabilurinni með Best of Ones. Þeir náttúrulega skara fram úr í þessu Best of 3 seríu og sýndu þá sönnuði í stórmeistaramótinu þar sem við komast í úrslit á móti Dusty og hérna tekur bara aðeins lengri tíma fyrir gömlu hundana að koma sér í gang. Það fara að líta mjög illa út fyrir Sögu, það ætla að mæta Kortringum og Fylki ná þeir í 2 sigra, komið þá í 6 stig. Þeir þurfa að vinna leiki eins og gegn Valea, gegn Ármanni, gegn þessum liðum XI til þess að ná að stimpla sig aftur inn í þessa baráttu stórmeistaramót sæti. 100% og þeir eiga skemmtileg möpp sem þeir geta að spila mjög vel. Þeir eiga Núk, þeir eiga Dustvi og voru að reyna að búa sig til svona aðeins dýpra mappúl í overpass og Kristján, það bara algjörlega floppaði. Það bara 2 leikir í röð og þeir eru bara í rugli. Við erum að sjá Sögu fara í overpass einu sinni í kvöld, þá þarf maður eitthvað að fara að spyrja sig hver þetta ákvörðun er þetta. Já, þú veist, hver sá sem er að víta og ætti í rauninu bara að skamma sín og fá kartbíl í skóin, sko. Ættum við að vera í þessu bara? Ég til, sko. Var þetta ekki skemmtilegt? Já, þetta var geggjað. Já, þetta var geggjað. Já, þetta voru fróðlegt kvöld og báðir leikirnir svona, einmitt þetta eru lið sem eru það nálægt hverju eru áalveg eins von á að bæði lið geti unnið en
aftur á móti í fyrirleiknum og við byrjum bara að skoða hann, þá náttúrulega bara Vallega á siglingu gegn Sögu sem ekki á siglingu, þeir eru bara einfallega á einhvern svona hrakfallaleið. Já, í rauninni og mér langar að benda á það samt að þeir eru á rosalega góðu stríki í Núk. Þeir eru komnir með 3 sigra í röð í Núk á móti Ármann, á móti Kortringjum og Fylki og spiluðu virkilega vel þar. Einnig spiluðu Dust 2 rosalega vel á móti Þórsurum og það eru svona möppin þeirra. Þetta eru svona pocket picking. Hvert vilt sjónleik fara? Sko, ég myndi dýrka það ef myndi að fara í Dust 2 en ég held að þetta fara í Inferno út af því að mér finnst Vallega ráðatóldi yfir mappulunum. Þeir eru með dýpara mappulu, þeir geta bara strax bara banna Núk, Dust 2 og þeir eru góðir. Þetta er mjög áhugavert vító því að permabönnin hjá Vallega liggja svolítið vel með Sögu, það er að segja fyrir Sögu. Þannig að Vallega byrjar á banna Ancient og eins og allir gera á móti Sögu. Saga svara með Mirage, Vallega bannar Overpass. Þessi lið náttúrulega mættust í Inferno í fyrstu umferðinni þar sem að Vallega sigrar 16-11. Þannig að Vallega bannar Overpass og Saga bara í öðru bannar Inferno. Henda út Inferno, vilja ekki fara þangað. Vallega hendi þá út Vertigo sem skilur eftir Dust 2 og Núk og þá náttúrulega velur Saga fyrir Núk. Já, já. Það er nákvæmlega það sem ég vildi í rauninni sjá. Við erum búin að sjá Vallega dálítið svona brothætta en Núk. Þeir eru búin að tapa á móti Ármanni og Exi. Já, með 2 tapleiki Núk. Það sem að Saga eru búin að gera ítrekað er að fara rosalega skemmtilega Núkleiki. Það sem að ef að leikmyndin eru heitir sem að þeir eru búin að vera í Núk undanfarið allavega, undanfarið þrjár umferðir. Ég meina við slum bara ekkert fara lengt með allir 3 sigrar Sögu kom í Núk. Það er ekkert flókið. Já. Þetta er það sem að báði leikir kvöldsins bjóða upp á að mappúlin sem að bæði lið er að spila þau bjóða upp á rosalega skemmtilega leiki og þarna eru 2 lið vissulega, Vallega eru rankaðir herra og þeir eru að standa sig virkilega vel en besta mappið þjá Sögu er Núk þannig að við erum að fara að fá þetta slag. Er það mistökki á Vallega að hleypa Sögu Núk? Eins og þú segir, þá eru mappúlin, þú veist þeir vilja alls ekki mæti Overpass þrátt fyrir það að Saga eru ekki góðir í Overpass. Nei, vildu klálega frekar þetta að fara í Dust 2, það ekki? Ekki það fyrir við náttúrulega bara sé einn Dust 2 leik frá Vallega en það var frábær leikur, fyrsta leikurinn sem eftir að Tide kemur í lið gegn Þór. Já, það sem þeir bara spiluðu og Stals bara spilaði bara hjarta sitt sko og það var rugglaður í þessum leik og bara vann þetta fyrir þá og Tide náttúrulega sjálfsögðu kemur inn með virkilega góða innkomu en ég held að tvennu illu þá er Dust 2 það myndi bjóða upp á skemmtilegri leik vissulega en það er miklu meira randomness í því það sem að þetta býður upp á að ef að Saga er að fara að pop off þá geta þeir gjörsamlega rústaði eins og við sjáum oft í Dust 2 leikjum en Núk svona dálítið negeitar allt þetta í kringum þetta randomness sem að Dust 2 býður upp á og leifir Vallega eins að stjórna leiknum meira. Sko, ég verð að koma inn á eitt Dómi, það er mjög mikilvægt að ræða þetta. Okay. Mér fannst ekkert mál að horfa þig með þessu jólasveinahúfu að meðan þú varst að láta þessu trúðurinnar þetta. Okay. En svo þegar alvarlegi Tommi sem er með skoðanir hérna það hvernig þessi liði að spila, þetta er ekki alveg að passa hjá mér. Sko. Já, ég meina, þú veist, það er bara eins og er. Ég er jólasveinn og þú veist, ég er að fara að gefa þessum leikmönnum í skóin en það er að standa sig vel. Já, það er eitthvað. Ef við að kíkja á liðin og byrjum þá náttúrulega á Vallega. Hérna sjáum við liðið Narvi, Stals, Góter og Spike. Tide er ennþá í line-upinu. Virðist bara vera orðið eitthvað svona permanent. Við höfum ekki fengið af eða á með það en ég hætti 3. leikurinn í röð frá Tide. Já, átti erfiðan leik senast á móti Ármanni í Inferno en samt sem áður skilaði sínu og það er gaman að sjá þetta aftur í kvöld en leiðilegt að sjá Denusinn ekki vera að spila gaman að sjá svona gamla kempur að standa sig bara með príði. Já, algjörlega Tide að ég kom bara mjög sterkt inn. Átti ekki frábæran leik gegn Ármanni í Inferno í síðustu umferð en þú veist, þetta var sigurleikur og hann skilaði alveg sínu hlutverki. Já, eins og við fórum í eftir leikinni rauninni, þá áttu allir leikmenn skilið bara hrós. Það stóðu sér allir áttu sín moment og það var hörkur leikur upp á liðunum. Eitt bara skemmtilegasti leikur bara tímabilsins í rauninni og þetta fer bara í
ég skrifa hann leik hjá mér svona, ég með þetta svona í bankanum sko að Þór á móti Dusty var náttúrulega geðvikuleikur og síðan þessi leikur og svona topp 3 leikir á tímabilinu þetta hlýtur að vera þarna í topp 2 með eitthvað. Tommi, við sáum hlutina bara vera að falla með Vallega í þeim leik og þetta kannski ekki eins leikur, þetta ekki alveg svona leikur sem hlutir þurfa að falla með en þeim mega ekki hleypa ákveðnum aðalum á stað í sögu. Nákvæmlega, það nákvæmlega gott á að minnast á það því að í Inferno-pikkunni á móti sögu það náðu þeir að taka ATHT alveg út úr sínu elementi þar sem að náttúrulega á tersætinu þá aðeins erfiðar að ná í þessi pikk og þeir spiluðu þetta hæga default termein og hleyptu aldrei ATHT svona of mikið inn í leikinn. Hann tók eiginlega ekki þátt í þessu þannig að algjörlega. En hann hefur örlítið meiri séns í núk til að koma sér á stað. Hann rosalega góður að finna fyrstu pikkin, termein með vappanum, gegnum ískur og CT-megin ekkert eðlilega góður. Og frábær útispilari, þannig að það verður bara mjög áhugavert. Jóla toppmaður, Tomma. Hjá Vallega? Já. Stals. Jólastals. Jólastals. Jólastals jóla toppmaður. Tomma, við erum jólabörn, okkur drullu sama hvað ykkur finnst, við ætlum að fá að jóla þannig þáttu upp og hann verður jólaði meira upp á föstudaginn, getur sagt ykkur. Jólastals glaðustals. Já, og þú veist, hann að koma að bakinu náttúrulega á gríðalega góðu performance í Dust 2 og var mjög góður líka. Hann og Góter voru svona gaurarnir sem getur tilkalli til MVP. Góter tóka af honum í Inferno á móti Ármanni en ég held að Stalsi komin á ról núna og hann verður alveg geggjörn í kvöld. Já, Jólastals, djúvillar í geggja ef Jólastals kemur og server sem Jólastals. Það væri galið. Já, það væri geggja sko. Getur þú kvistað á nú kannski? Það er spurning. Við slum kíkja á sögu. Birnir, ATHT, Pandas, Dom og Chris. Hver þessara leikmanna fær að vera jólatoppmaðurinn? Það kemur allt í ljós, stöðumir og herrar, hér eftir örskamma stund. En Tommi, Saga framan að var þetta eiginlega liðið sem valdi okkur mestum vonbrigðum kannski fyrir utan Vallega. Þetta eru svona eiginlega 2 liðin sem byrjuðu deildina og valdi okkur vonbrigðum. En Vallega voru ekkert svona alltaf Vallega að fara þetta í gang. Saga bara ekkert svona alltaf næstum því að fara að vinna leik. Já, og náttúrulega eru búin að eiga rosalega mikið on-off leiki. Taka 16-3 sigur á móti Ármann og síðan eiga Þór Döstuleikin sem rétt tapa, fara síðan að ákveði rólina í Kórdrengir fylkileikinum en síðan senustu 2 leikir einmitt þegar byrja að reyna að koma nýtt map inn, overpass, þá einhvern veginn bara þá eins og fladra. Við köllum eftir þessu. Já. Og það var Vestaráð sem við gátum gefið. Já, overpass var bara ekki góð hugmynd. Þeir bara ætti að fara að nýta sig eitthvað annað. Af hverju ekki Miraz? Af hverju ekki Miraz? Ég held að Miraz gæti henda þessu liði mjög vel. Það líka bara einhvern veginn svona, það þarf ákveðna tegund því að ATHT svo mikið hjarta þessu liði og við tölum allt og mikið það í þessu en það bara staðreitt. Það ekki vappamap sem hendar hann. Hvernig hann spila vappan úti í núk, það fullkomin staða fyrir ATHT. Meira þess að rampurinn í núk. En þetta yfirleitt það stutt færi sem hann að fæta og færi 1-1 í long range fight. Og þar hann bara betri á löngufærinu. Já, vissulega. Hann með þetta svona... Myndigris akkurat öfur tegund af vappa. Steppi Kókó öfur tegund af vappa. Já. Hann þetta Þorsteinn einhverstaðar á milli. Hann að virka í bæði. Hann bara að sanna sig virkilega vel sem vappa. Já, hann þessi double zoom vappi sem hann tekur þetta... Þarna, þú veist, snögga flikk með double zoomið og hann örlítið lengur að ná þessum frökkum heldur en þessir sem þú varst að nefna þetta á hann, þú veist, með náttúrulega shotgunnið. En aftur á móti, hann góður að halda svo lífi, hann mjög góður í því, en oft það að koma liðinu að slæmu hann að halda, ekki alveg Jame level af halda, en þú veist. En svo getur líka bara spurt ykkur, ekki vandamál sögu einmitt það að við tölum bara ATHT? Vantar okkur ekki bara, það eru 4 leikmenn það? Það eru 4 leikmenn og ég meina ef við tölum góða geggjaða rifflara þá Chris hana, Birnir hana, Dom búin að eiga einhverja leiki en og líka þeir Pandas. Eru allir að eiga sitt slakasta tímabili í Vótavandildinni til þessa. Ég held að Chris eiga samt senustu leikir Já, en hann var frábær á síðast tíma. Já, vissulega. En hann var í allt öðru hlutverki hjá í rauninni hjá Tindastól þegar hann var þar. Hann var að eiga svona, þú veist, hann fekk aðeins meira plássbarunni. Tommi, jólatoppmaður. Það kórónan í sögu, það bara ATHT. Jóla ATHT.
Sjá hvernig glaður jólin. Það verða allir miklu glaðari. Við ætlum að skipta yfir leik. ADHD jóladómar. Tomma með skilst að þessu komin hnífar og eitthvað vesen. Við ætlum bara að henda okkur yfir í núk. Já, beint í núk. Beinustulið. Snjóar í núk eða? Nei, Nei, það snjóar ekki núk. snjóar ekki í núk. Það er náttúrulega, þú veist, það er Setarkrík í þarna einhverju yfirfylki þarna í Bandaríkjunum. Við erum alltaf að fletsa upp. Þurfum að hafa þetta hreint. Við erum að skrifa þetta hjá okkur. Við náttúrulega, ég kom með þetta allt inn að síðast sko. Já. Þetta var þarna í þarna Dust-bólinu eða eitthvað. Ég man það ekki. Þú varst með allar upplýsingarnar þarna. Já. Það var enginn sem var að Það segja var í Rust Zone. Rust-zónunu. Herru, fyrsta rándið er að fara á stað Saga hérna. Að sjálfsögðu tapaði nýfarandurinn og byrja þá í Terren. Þeir eru byrjar að koma þetta inn á gólfi. Stals að fylgjast með úr Heaven. Skýtur hann á nokkuð skotum. Gefa þeim sæti, ætla að spila retake, Kristján. En er að koma sér hérna upp í Heaven. Narvi og Stals, það eru fallbyssur sem eru í Heaven. Fæ ávandala flassið hérna út en tímasendið ekki alveg rétt. Narvi eins og komir hérna út en Birnir, nei, Stals komið 2, Stals 3, Narvi nær 1, Pandas fellur en Dom eiga mann í baki en það er að fylgjast með því eins og að Narvi fellur þetta en Spike svarar leið fyrir það. Það er fyrsta rándið til Vallega. Ég held að þetta myndi spilast allt öðru þessi flössin. Narvi hérna fær 2 bara í smettið og einhverju vesen en Stals næra að tímasetja þetta pík vel og næra þarna 3 frökkum. Byrja vel. Hinum megin Saga. Þeir forsennið ránd, það eru Galilar, Mac-10 og Deiglur að sjálfsögðu á Dom og ADHD. Virðast ætla að koma sér þetta út gula húsið. Það er enginn að fylgjast með í Grant en inn á gólfi eru leikmenn að fylgjast með. ADHD er 1 Spike en Kreitin er að koma inn og það er Terranum í hag. Það er 3 á móti 4 núna en HP-ið hins vegar ekki Vallega hag. Tætt kom með ADHD fara ekki líka. Narvi takkar hérna á. Þetta er aðeins að falla hérna vel með sögu en þeir vantar upp á HP-ið. Engin grensa til staðar á Vallega til að búast við pláss þannig en Flush. Lega Flush. Undirandi kemur hérna á Stals. Nær að droppa gólinn, nær fyrsta. Nær ekki öðrum. Chris, það er 1 á 1 og þarna er Narvi að ná heldur betur góður retake. Setur punktin yfir ið og krækir í annað rándið fyrir Vallega. Það er ekki góða frétti fyrir sögu að Stals sé að mæta sjóðheitur og svona. Nei, það eru líklegast bestu fréttinar því að þegar að Stals á mjög góðan leik. Þeir tapaði mikið. Já, þeir bara Þeir tapaði mikið. Vallega ná að koma bakvið þegar að Stals er að fragga eins og berserkur. Það er bara þannig. Þú veist, þótt að hann sé ekki, ég endilega sá sem við tölum sem fragg þingsta leikmanni, við erum með mann er svo Narva í því, þá má einhvern veginn Narvi eiga stundum slaka leiki og þá er það að pikka upp á öðrum. Það Stals það er erfitt til lið þegar Stals ekki að hitta. En hér erum við náttúrulega komið með rifla í bæði lið, ekki fullt kaup en þvílík grensa. Pandas er svo nær endriðinu, Spike liggur í valnum. Utility damage til fyrirmyndar eins og aldrei þessu vant. Tætt sér þetta nær að droppa mikilvægt. Það var alltaf lífið þetta, hann vita núna hann er komin í... Við sjáum samt sem okkar rótið er hratt að koma hérna, Narvi er komin niður. Hérna þurfa Vallega að halda döpatúrinn, hérna rótið, Góter í góðri stöðu hérna. Nær engu, Pandas endur í hann. Stals nær Birnir í mildtíðinni en þeir 3 á móti 3. Stals, hann er alveg á eldi drengurinn. 3 og 3. Eiga mann í ventinu líka. Þetta flass kemur hérna og þá keirir Narvi vantla með nei. Ákveður að fara ekki með. Eiga meira utility. Nei, þeir eiga ekkert. Þeir þurfa bara að fara að lappa inn en Tætt í flankinu nær einum. ADHD fellur Tætt. Sá hann ekki. Þannig að það fellur allt. Með Vallega. Allt. Þetta er 3. retakið á uppi. Og enn og aftur. Erra Stals, 3K í þetta skiptið. Þetta er annar randið í leiknum. Tætt með 2 mikilvæg líka í retakinu. Það er verið að taka retake kórunna af Chris Grenla því að
já, Vallega, já, Tæt og Stals að taka á honum allavega. Þeir ákveða að halda pressunni hins vegar örlítið á með tekkur, deglur, skáta og æða þetta út, en aftur gríðarlega gott utility sem að koma þetta út frá Vallega á Anti-HT strax komin í 31 HP. Pandasins nær einum, Spike fellur, en Góter nær Anti-HT var lár eftir grensnar. Narvi lár hérna eftir viðskipti sín við leikmenn sem að spila uppi. Pandas, þeir eiga hann ennþá lúrandi hérna í viðbyggingunni. Stals og Narvi hérna með Pandas og Birnir. Þetta skilur Dom og Chris 2 eftir. Chris hérna upp á viðbyggingu, nær Stals út. Þetta er hættulegi maðurinn hjá Vallega, hann liggur. Tæt ennþá inni, Gót er búinn að rótita úr Secretinu. Tæt er búinn að krækja sér í fastegnina í lobbyinu. Vita af báðum leikmennum út og Chris hérna gerir vel. Enginn að valda hennan AK, Chris fær aðganga honum. Og í staðin fyrir að halda áfram með flanki, jú, Tæt allar að halda áfram með flanki, hann er óákveðin þetta, hann var að ná í eitthvað info. Og hver að fara aftur inn í lobbyið. Eiga Góter niður í Secret núna. Rétt hjá Single. Þeir allir upp í heaven. Tæt rétt hjá Gulásinu. Er að velja góða staðsningu hérna. Hann er ekki að valda þessa stöðu en klárlega tilbúin að bregðast hérna við. Nær að koma út. Það er ekki að klára fraggið og Dom og Chris ná að loka þessu. Það hefði verið sturlað play frá Tæt en planta á réttum stað allavega. Hann var valdaður þarna og... Þetta var eitt skot. Já, þetta var Já. anda á hann. Það klikkar hana. En við sjáum það að Vallega kaupa sér bara alveg niður af einhverju rusli. Þannig er Saga búinn að kaupa í 2 ránd í röð. Krækja sér í sigurinn í rándinu og allt þetta gamsa á það. Flarsbyrnir. Góter nær samt leikmann með 5-7. Hann er samt 5-7 frakkinu sinu. Þess að við munum í senasta leik í Inferno móti Ármann, þá var hann gjörsamlega sturlaður á 5-7. Ég býst við því Já, að... það var eiginlega alveg galið að fylgjast með. Já, ég held að senan hafi pikkað upp 5-7 meira eftir þann leik. Ég fór að lúfa því. Þú búinn að peka hann upp? Nei, ég skipti frá 5-7 í C-set eftir hann leik. Ég er þetta mikill C-setamaður. Ég veit ekkert hvað er að gera með henni, en einhvern veginn drefum maður alltaf einhvern. Já, þú veist bara að vera close angle og bara íta á Másson, halda það inni. Þetta er svolítið mikið þannig bara. Já, eiginlega. Það er aldrei bara svona AK, eitthvað. Næ, ég veit það ekki. Það er bara eitthvað. En eru konni með entriðina á Góter. Hvað er þetta dæmið til að koma? Narvinsson er Birnir út og... Stals með Dom, hann var lár. Það hátti hitti vinn, en það... Pandasinn er niður. Enginn á eftir honum alveg strax, en þetta er vel spilað hérna. Opnar Single en ákveður að bakka upp úr. Stals búinn að bregðast við Stals grunar þetta. Býst við honum, 100%. Meðan í siktinu og 4. rándið til Valla þetta var 200 IQ play en Stals með 300 IQ. 10 frögg í 5 rándum hjá Stals. Það er úti fyrir Saga og ákveða að halda kaupinu áfram, eða kaupinu, jafna peninginn og lossbónusinn heldur áfram að stakkast þarna hjá Saga eftir að hafa mist 1 ránd og fá hérna pistols og já, það er einn smókur og flassinn á Pandas. Eyðir því núna og reynir ventdroppið. Hann er kominn, já, er hann kominn niður? Já, þannig að vera niður. Góter eins og nær 2 með það en Birnir er að rífreka hann í viðbyggingunni. Pandasins var ekki með neitt á sér til að bregðast við Tæt sem að frakkar hann hérna. Stals heldur áfram að raða inn fröggunum með M4A1.
fingralangur hann Chris nær að stela þarna M4-unum og nær einu fraggi. Svo nálægt ég að taka út Stals þarna líka, en Stals klárar þetta. Túki hann raða inn fröggum. Heldur betur. Multifröggin í hverju einasta rándi. Hann með höfuð og herðar yfir alla á sörunum. 12 frögg, eini í tveggjastafatölu. Það AKar HT á vappanum. Fullt af utility kastaðarna og búið að svindla Góter mjög framalega úti. Erfitt að klíra þessa stöðu út. Hleypur hennu framhjá. Ætlar að ná fyrsta. Nær AT á vappanum og já, tekur Dómatna niður í 48 HP en ná að bregðast við þessu. Dóm Kervis þarna klírar ekki. Góter. Vappin pikkar upp á Dóm. Sjáum ekki oft í sagaliðinu aðra leikmenn heldur en AT pikka það upp. Chris hefur stökusturnum með skjáltast ekki pikkað hann upp en það hefur verið AT mest megnis, þannig að spurning hvað Dóm getur látið 4-4. Spurning, er búin að hæja heldur betur á sér þetta og Smoking kemur þetta fyrir viðbyggingu aftur. Þetta hérna, ef að Birnir nær þessu pikki gæti það verið opnunin. Risastórt, hann að jiggla þetta Og sjáum líka bara hver langt í næsta manni rotate. vel tímasettur Molli en Birnir alltaf fram fyrir hann. Sá hann eitt leikmann og bakka beint niður. Þetta er vel spilað hjá Tætina. Brýtur klukkan. Fá út rotatið. Þá Chris kominn inn á gólfin, það Stals. Hver annar? Erfiður Tæt spilar þetta. Ná bombunni niður. Tæta sinna sínu hlutur, gefur mjög vel. Stals mættur hérna. Hann Ég segi það allsstaðar. aftur, hver annar? Hann er allstaðar maðurinn. Haldast nær að finna Stals, en já, Vallega klárar þetta ránd og kemst í 6-1. Vallega að stinga af hér í upphæði. Kristján, Já. Stals er 100% með 2K í öllum rándum. Veitu, hvað er Dóm að gera? Var hann að skjóta í Birni? Já. Og Narvi hérna, búinn að taka út ATHD. Við tók hann úti, já, úti. Pandas að leita einhverju endri með þessari deglu. Það ætlar að opna veintalega ískurinn eftir smá. Chris breyjar hans í gegn og hæfir engan. En Stals með Pandas í gegnum smókin í ískur. Narvi á vappanum ekki átt sem við séum það, en hann lætur hann virka, tekur út Birni. Heldur betur. Spike hérna með fraggi á Dóm. Chris, einn eftir. Finnur ekkert fragg, þetta er flawless round hjá Vallega. Flawless Halda, round. já, AK og að vappa á samt M4-unum hérna inn í næsta round. Já, þeir mistu 24 HP total í öllu rándinu. Þeir voru að réttlæta kaupina en það er ekki mikið sem kaupist út af því. Nei, sem að þeir náðu því. Sko, ef ATHD ætlar að fá eitthvað í skóin nót, þá er eins gott að hann fara að fragga eitthvað, því hann er með eitt fragg eins stafn. Já, það er ekki gott. Nei. Byrjaði líka svoleiðis á móti Dusty í overpass og það ekki. Og já, það eru slæmar fréttir en smókar hérna úti. Hvenær kemur fyrst í jólasetning, Kristján? Hann kom fyrir nokkrum dögum. Já. Kom á laugardaginn. Stúfu komin út. Minn maður. Ég held að það eru kertasneikismadur. Ég er mikill stúsmaður, sko. Já. Tætna er allavega Chris út en þeir eru búin að svindla Dóm hérna inn í íþróttahúsið með félaga með sér. Eitt leikmaður í kredit, Góter grunar ekkert. Klírar hann út og Dóm hleypur hérna upp í OPG og Stals en nær að, já, repsa því. Já, spækinn inni og gæti svindla sér inn í gula og verið óþægilegur fyrir söguleikmennina. Það er leiðilegt, erfitt að eiga við leikmannin inn í gulahúsinu. Oft á tíðum, en bomban er pikkuð upp af ATHD núna og hann er að koma inn í terfiðbygginguna en já, Spike er búinn að koma sem fyrir hérna, nær fyrsta. Eitt leikmaður ATHD kemur hérna inn við bygginguna og hann heyrir í skotinu þarna. Narvi komin á vappanum hérna út. Narvi nær Panda sem kemur í bakið á honum. No-zoom. ATHD allana
komið AK í hendunar sem mun betra á móti Spike og Tide sem eru lágir. Hittir ekki AT-AT. Veit af Tide núna í double door. Þetta erfist að það þarf að bíða eftir Spike til að fá treytið út en AT-AT hann nennir ekkert að bíða eftir þessu, hann þarf að koma í baki á báðum leikmönnunum. Nær fyrsta grunar hann að Tide hafi líka verið þarna. Grunar að núna klárar þetta round og nær í round nummer 2. Fyrir sögu 7-2. Ekkert að hlaupa í burtu með þetta en kreista allan peningin allan á út úr Valla, Kristján. Betur. Aftur sömu smókar sýnist mér að koma út frá Saga. Þessi djúpu smókar sem loka af Kenny og viðbyggingu. Narfi. Hefur bara tekið skotið að þetta. Hefði mögulega Birnir hérna að læða sér fram hjá Góter. Og hann nær að komast alveg inn. Þetta getur verið skipt höfuðmáli. Þessi smókur að fara að feita og Stals er einn síns liðs hérna upp á gula. Fellur, Domnar endur inn þar. Narfi mundar vappan. Eiga Spike ennþá. Narfi á eldi! Ekki bókstaflega, ekki búið að móla hann út alveg strax. Hann heldur áfram! Er hann á ás? Hann er einu frá ásnum. Hann ætlar að fá hann ás og það er allir að leifa honum það. Hann er enda að fá ómarga sensa. Góter nennir þess ekki lengur. Ég ætlaði að fara að segja akkur ekki lengur búið að henda vappa á hana mann. Segir það. En það var aðeins þingra nutur restina. 8-2 fyrir Vallega sem er að pakka hér í augnablikinu. Narfi mundar vappan að þessu sinni úti. Aldrei þessu vant. Góter búinn að rótita eitthvað annað. Hann er komin í íþróttahúsið. Allar rótita hins vegar í burtu núna en það er bara hægt default round. Einn leikmaður upp á sæl og restin inn í lobby. En leiðinni haldi Kristján á rampin. Það er að reyna Tide sem er með gott utility hérna en þannig að náður að svindla sér ölliti framar. Hann mögulega býst ekki við því. Gerir það núna. Hann er að bakka niður. Það að halda lífið þetta eins lengi og hann getur komið gott engul hérna. Ekki klíraður nægilega vel út en Pandas næra rífrakan allavega. Spike býst við Dom í bakið en bomban er komin niður. Ítekin eru vanlega að falla með Vallega. Stals hérna, hefði haldið að þetta gerir meiri skaða en gerir það ekki. Góter í kjörstöðu til að leita einhver en Chris nær honum út. 3-3 að þessu sinni, vita af 2 leikmönnum hérna. Stals með fyrsta, Spike með Pandas í double door. Og einn eftir Chris á deglunni, hann fellur. Og enn og aftur heldur Stals áfram að taka 2K. Þessu sinni í retake, 9-2. Er þetta 4. eða 5. retake sem að Vallega vinnur? 100% 4. sko. Stals halda upp til hætti hérna komin í 18 fröggin. Græt það að hafa selt hann í draumadeildinni minni. Skil það vel. Slæm ákvörðun. Það var lobbykröns frá CT-num. Vallega konum með fyrsta fraggið á Birni og restin er komið niður secretið. Eru búin að tryggja sig það svæði. AT-AT á vappanum sér einn í tíinu en eru búin að svindla manni upp. Stals heldur áfram að vinna fæta. Stals nær Chris út. Þurfum að leita einhverju opnun eða AT-AT er að vinna í því Kristján en þeir eru ekki að finna rosalega mikið. Hvað, var hann fastur í glugganum eða? Tommi, þú mistir á svo góðum jólusunnabrandar hann, bara ég ætlaði að láta vita. Nú? Það er leiðilegt. Er það eitthvað sem að þú mátt segja mér eða? Nei, ég meina þú veist bara fastur í glugganum eitthvað. Já. Saga fari í timeout. Kristján, þetta er of seint.
Þetta er bara of seint. Saga er búin að nánast missa leikinn frá sér, en Nánast. Þeir eru löngu búin að missa hann leik frá sér. Þurfa kraftaverk hérna akkurat núna. já, Sögulega hefur það gæst, en það lítur bara ekki út fyrir það hér í dag. nei, fyrir mjög Sagan segir okkur þegar Valle eru komnir svona stað. 2 sögubrandarar í röð. Ja. Vel gert. Ég veit að við erum bara þar núna. Það er, þú veist, Það er rétt. Saga er ekki að bjóða okkur upp á leikina og við verðum bara þá að skemmta okkur sjálfur. Virðist vera einhver pirringur inn á liðsins. Ég sammálaðir. Þetta lítur bara furðulega út. Valle er reyndar að spila frábærlega, en þetta er grunnsalega auðvelt að mörgu leiti fyrir Valle. Góter, hann ætlar að pússa í hverju einasta rándi. En í þetta skipti þá örnum refsa, dómabirnir sjá til þess. Chris Segðu með það. hérna. Eiga spækirna í hólunni upp í hefðan rétt með sér. Erfitt, en mætir hérna Chris, hann er lár, en Chris jafnar hann við jörðu. Kann að meta þetta svar frá sögu. Við byrjum rándið á að drautleifara og þá, þetta er gott ránd, en tökum samt eftir því þarna, Tommy, hvað Valle að pínu kæruleysi bara að gefa sig einn og einn. Já, í rauninni, voru með setup í aggro. Gótir var hérna úti, voru með vappa á rampinum og hvorugt skilar fraggi sem að, þeir eru sögulega búin að gera það í þessum leik allavega. Búin að ná þessum fröggum frekar auðvitað. Narvi reynir í skotið úti í gennum smókin en hæfir engan, nálægt í hins vegar. Fullt af utility hendina í áttina að sögumönnum. En engið þeirra hæfir ofilla Birnir lár en restinn heilsusamlega. Búið að svindla hins vegar Birni hérna, hann er fallinn núna. Erum við búin að sjá Spike á vappa, Tommy? Nei, hann er búinn að gefa vappan í þessu spili algjörlega yfir til Narva og hann er að pluma sig mjög vel. Mjög áhugaverð breyting. Tætt með fyrsta, en Rífraki var möguleiki hérna, en Narvi ekki þegar Narvi kom með vappan en það ATHT tekin er í 50 og 45 sekundur eftir með bombuna, feikar bakkið, Stals heyrir ekki í því. Alla stöður verið að halda öllum stöðum, ekkert infoplay, nema það eru 3 konur á rampinn. Þetta lítur ekki vel út því að ATHT er einmitt að fara í þrímannstað. Fellur fyrir fyrsta, Tætt tekur hann 11-3. Það er tveggjast á að tala í sigur í fyrri hálfleikina fyrir Vallega og gott betur. Fann þetta inn í seinasta rándið í fyrri hálfleik. Þá er það er dimmt yfir sögu. Já, það er eiginlega ekkert að segja annað. Fyrir hálfleikurinn búin að vera hrein og klár sorgarsaga og það er ekkert að breytast. Hér virðist vera Góter og Narvi með fyrstu 2. Stals og Góter, næstu 2 og Tætt klárar þetta svo. Sko, ég með einu ósk. Það er að byrja að snjóa í hálfleik. Christmas miracle. Sko, það gerðist! Jólakraftaverk og kannski er Kraftaverk að fara að spila með sögu því að þeir eru ansi langt undir og brettan er brött og för hlíðin og allt það sko. Þetta er vesen. Já, það hætti Þetta var fljótt og bara svona fljótt og gott, þú veist. Hérna er, bara ekki að þetta ekki bara vekk eða? Sýnist að ATHT með 1 Birni nær öðrum og þeir eru ennþá ekki konum með leikmann niður það, nei. Narvi þarna lítur til vinstri og sér leikmann Spike fær Chris hérna. Bara á sekundubrótinu sem að Chris mætir þá hreyfir hann krossurinn. Já. Tommy, ég átta mikið alveg á þessu Vallega seinir að hurðinni miðað við hvað vörnum að komi framalega hjá sögu. Spónið greinlega verið mjög gott fyrir sögu. Líka fella þarna 2 leikmenn í smóknum, 1 leikmenn rataði ekki niður í vendið og þetta var kaos. Þetta var glundróði. Fyrstu rándinn að falla sikkurum megin. Þessi skambusránd. En hér eru Spike og Tætt að opna þetta heldur betur. Pandas ætlar að koma í bakið og Góter heldur því.
ATHD og Chris 2 eftir og Chris, hann á M4. Chris á M4 en ATHD á Scout. Þeir að fara að halda þessu leik. Hann ekki fara að njóta þess að Sjáðu manninn úti, Góter, hann þetta sami Góter og í síðasta leik. Já, ég fíla þetta. Chris líka á litlum armor, þetta getur verið vond og Góter nær fyrsta. Chris í Secret, Góter ekki að horfa. Nú vita þér byssuna. Steppar á tætt. Spyrja hann ekki smókin. Já, hann ekki að beita. Það er fyrsta spæk. Frakkar hann og þetta var dýrt ránd fyrir sögu að tapa. Heldur betur. Vallega 13, Saga 4. Það er alltaf að keypti þetta. 5-7, Armor, Grensa, Flush. Gæti verið byrjunin á góðu jólalegi. Aðeins meira utility kastaði hérna. Þessi molli hlýtur á að feilað. Niður. Ætlaði að fara inn í viðbyggingu, ætlaði að fara upp Heaven. Það væri hrifin að þið myndi fara upp í Heaven. Sjá neitt leikmann Stals að sjálfsögðu nær Chrisinn út á CT-spawn kassanum. Við erum vel að fara og hreinsa þessu upp. Smóka út viðbygginguna á halda því skammastund en Pandas, hann er að halda Heaven. Tætt fyrsti maðurinn inn. Fær flassið, störblindur Pandas, tekur á mótunum og... Hvar er Koms? Ég veit það ekki. Það er náttúrulega að koma inn í viðbyggingu á sama tíma, ekki satt? Já, maðurinn er augljóslega að keyra hann en smóka fyrir í viðbyggingunni. Spurning hvort að hann var kominn, ég átti það mikið á því. En Spike hérna klárar þetta. 2K á tætt og Tommy Vallega er bara svona 6 númerum á stórt fyrir sögu hérna. Já, þetta er bara... Þrótt. Þetta er ekki kannski... Það er einhver pirringur inn í liðinu. Já, hvernig ætlar að færa rauk fyrir því að þessi leikur á sögu sé ekki algjörð þrótt? Já, þetta er algjörð þrótt. Það er alveg rétt hjá þér. Ég ætla að reyna að verja á eitthvað en maður. Já, veist, þetta snýst ekki það. Þetta eru frábæra leikmenn. Nei, ekki þannig sko. Bara í rauninni... Þetta er ekkert saga sem eru búin að spila núk undanfærið og landa sigrum á móti góðum liðum. Á móti liðum sem eru með þess að búin að vinna Vallega í núk. En þetta er bara lið sem er brotið. Það er reynd að gefa Vallega það að alveg síðan að í allir leikinni sem hafa verið spilaði með tætt hafa verið algjörlega frábæri, virðist vera að passa rosalega vel inn í liðið. Vissulega, tætt meira þess að næra þetta entry á Dom. Spilaði niður, ATHD næra þetta einum inn í gula en það er verið að umkringja hann. Hann bara breytist hann yfirgaf liðsfélagið sinn algjörlega. Hann smæti svo þarna af rafnum og nær bara í 2 frögg hérna. Narvi er 1 á 3. Þeim gengur alltaf best þegar við erum að drullið við það. Já, ég held að. Nær allan að Chrisinn út og er búinn að einangra innvíinn allavega við lobbyið og ATHD, hann er að fara í gennum með smók. Pandas er að fylgjast með gulásinu. Pandas er full HP með AK og línu hérna. Já, hann finnur ATHD. Nei, ATHD er búinn komin inn í vendin. Bomban er á mjög áhugaverðum stað. Hann er hér. Já. Hann er að fara beint upp í opið. Geð á ATHD sem eru í vendinu eða ekki. Nei, tíminn er raunin út, hann ætlar að planta inni. Gerir það hérna. ATHD komin í vendið. Ógnar. Hann er of lár til að ógna of mikið. Spreyr hérna örlítið í gegn og hittir hann. Flassið. Hæfir hann allt og mikið. Hann klárar klippuna. Þetta hefði getið verið svo mikið þrótt en já, bjarga þessu fyrir hotnarna. Já, Saga stillir upp í frábæra stöðu þarna. Leið og plantið kemur, ATHD keyrir upp. Búast væntanlega við að hann hætti við plantið. Það var ekki tími til þess. Nei, vissulega ekki. Spreyr ekki gula, klára klippuna. Þetta var komíst í rauninni. Vallega hendi leikli, ætla ekki að missa fleiri ránd frá sig, ekki að hleypa þeim inn í þetta.
hefðu þeir tapað þessu rándi, þá hefðu við getað tekið replay af þessu planti og látið bara Benny Hill tónlist undir, sko, og þetta hefði verið bara trúðaleikur, sko. En þeir bjarga þessu fyrir hótt. Stals 2,87 í KT, 116 ATR, þvílíkur leikur hjá Stals. Cirka helmingurinn í haus. Og þegar við tölum þessi tölfræði KT eru þá, ég er raunverulega hversu oft þú drepur deilt með því hversu oft þú deyrð. Já, bara eins einföld tölfræði og mögulegt er. Þannig ættu alltaf vera yfir 1, sko. Já. ADR er einnig gríðarlega skemmtileg tölfræði, average damage per round, sem er, því hærri sem þú ert, því meiri skaða gerir á óvinnin, sem er vissulega gríðarlega góður hæfileiki til að hafa. Hérna var ATHT að hækka ADR sitt örlítið en ekki KT sitt. Það er að taka hérna niður tætt. Missir að þeim, það var gatan það ekki. Örlítið, en Dom er komin í vörnina á nær tætt sem var takkaður af ATHT. Tekinn þetta fúlega niður í 34, sýndist mér. Þeir ætla að halda stöðu, eiga narfa upp í Afríku þarna og en ákveða að fara upp. Hann er þá skátt á ATHT, hann er búinn að rótita yfir á CT-spónið og ná Chris út. Mikilvæg opnirna jafnar í liðum. Teygir á vörninu og eiga núna alla þessa fastegnin úti. ATHT þarf að hugsa baki á sig núna líka. Sér í mannin en skáttin gerir ekki mikinn skaðan í gegn. Skemmtileg flétta frá Vallega. Þeir eru komnir alla leiðin í hell og alla að fara rampinn. Pandas í vörninni. Hann getur verið svo stór fyrir sitt lið. Hann tíma setningin. Spike lappar leið og hann breytir krossinum sínu yfir að rampinum. Og þarna er sætið í rauninni fallið. Þeir eru búin að rótita 2 leikmönnum niður. Dom ætlar að vera aggressífur. Hann smókar út. Narvi tekur ATHT út og þarna Birnir tekur Narva út en þetta er ennþá 3 á móti 2 og Dom er mjög lár. Spike vissulega hinum einn einnig. Hérna þá Birnir að taka eitthvað kontakt. Erfið staða, Stals tekur út Dom, Góter tekur út Birnir og 15-5. Frábær aðstoð sem að hann heitir liðsfélaganum þannig að Bara vel staðsettir. Bara góð staðsning á eftirplanti. Voru búin að heyra í þeim 100% með þetta á hreinu og uppskera úr því. Já, þægilegt ránd til að mæta í matchpoint. Þetta eru deglur 5-7, lítið af utility en eitthvað til að vinna með en þeir ætla að fara aggressíft bara inn í radioið. Tide tekur þarna fyrsta, Pandas liggur í valinu mögulega senasta rándið hans þetta í þessum leik. Fara bara í hellið, Dom, næsta fórnalamb, Vallega. Birnir inn er að smóka þarna út í skur og vera öruggur þar. Hann er smólaður út, Góter. Saga bara hreinsuð upp hérna, Vallega að pakka þessum leik. Bomba komin niður, grensan í smetti á Chris og svo klára Góter þetta bara hér. Vallega 16, Saga 5 og þetta var, vægast sagt einhliða leikur, Tómi. Já, eins mikið og þessi leikur hefði geta boðið upp á, þá var þeir rauninni ekkert úr því. Þetta, ég var spenntur yfir map-pickinu í rauninni og hvað þetta hefði geta verið, en einhvern veginn komur Saga bara aldrei á stað. En það verður alls ekki tekið af Vallega. Vallega spilaði gríðarlega góðan CT-leik og leið og Saga ætlaði einhvern veginn að koma sér inn. Það var bara beint í timeout, vinna út restina. Chris alltaf fyrsti maður á server, þannig að maður alltaf efnir þetta ná skorinu. En hann var á 13 fröggum allavega. Sleppir ekki svona öðvöldlega? Nei. Varalegir. Hann var á toppbraka fyrir sögu. Pandas á 12, Dom á 10, ATHT á 6 og Birnir á 6. Við erum að tala um að ATHT og Birnir eru 6-19 og 6-20. Já, þeir áttu bara báðir afleitan leik. Þú veist, þeir voru að reyna að búa eitthvað til svona framan á og síðan bara einhvern veginn bara stoppa þetta virka. Þetta bara gekk ekkert hjá þeim og já, þeir fá bara kóli í skóinn.
það bara hannig. Hann lítur út fyrir það, sjá það að ADHD er að náurinn eru killi á móti hverjum 3 skiptum sem hann deyr, sem þungt. Já. Og talan ekki í leik sem hann fór í 21 ránd. Sérstaklega þegar þetta eru gaurarnir sem að reyna endri frá kyn. Þú veist, þetta er ADHD og vappanum sem er að reyna að nota hann einhvern veginn en gengur ekkert. Þetta er þungt högg fyrir sögulið. Hinum meginn þá er Stalsa toppfragga á 25, Narvi á 21 á vappanum. Góter á 19, Tæt á 16 og Spike á 14 og Tommi, þetta er bara, þetta var bara sýning hvað Stalsa hann framnaf. Já, hann var alveg gjörsamlega sturlaður og það hefur verið að setja hann í þessar stöður til að ná þessu að sjálfsögðu. Þeir voru að flassa hann inn í heaven og hann fekk þetta pláss til að búa sig til fröggin og heldur betur að nýta sér hérna í kvöld og heldur áfram að vera bara sturlaður. Saga búin að tapa 2 leikjum í röð því Ópass fá núkið sitt aftur. Gengur ekki. Verstatapi í deildinni, ég held ég hingað til hérna. Já, þetta... Þeim hefur verið pakkað starra einu sinni ef maður... Nei, var það? Við skulum bara líta yfir það. Þeir eru búin að tapa 16-5... Nei, þeir unnu 16-5 og 16... Já, þetta er stærsta tapið þeirra. Voru einmitt rándatalinn þeirra var í raun og veru ágætt hérna fyrir kvöldið en fer svolítið í vaskinn núna en þú veist, þetta var langlélegasti leikur sem við séum frá sögu. Það var algjört andleysi, það var algjört hugmyndaleysi og það steig enginn upp. Já, bara það er nákvæmlega eins og orðara. Þetta er algjört þrot og ég held að þetta lið sé bara í rauninni að hlakka til til að föstudagarinn liðin. Leikmannaglugginn opnast. Já, jólafrí, leikmannagluggi. Já. Þeir eru náttúrulega komnir í jólafrí núna, þetta var síðasta leikurinn þeirra fyrir jól, þannig að... Ég held að glugginn opni ekki fyrir núna. Nei, hann gerir það ekki fyrir náttúrulega umferðin klárast. Hendum þá sögu út á borðinu einnig smá stund og tölum Vallega. Það er komin sigling og skemmtilegu leikur aftur hjá Vallega. Virkilega. Þetta var algjör andstæða við í rauninni það sem við sáum framalega í tímabilinu, það sem var rosalega mikið andleysi rið og menn þurfti að sparka eins í sig en hérna er komið bara skemmtilegt lið. Dálítið, þú veist, þetta er ekki alveg brjálæðislega svona lús spilastíl en þetta er aðeins meira lús en það sem við erum búin að vera að sjá. Þú veist, þarna er Gótir að fara í solo-pikkin úti að pússa bara og þarna hefur rauninni litla sem enga hjálp en samt sem áður einhver flöss og svo framvegis og hinum einn á rampinum Narvi komin á vappan. Skemmtileg breyting og virkilega virkaði allavega í núk þannig að sjáum til hvort að það áttur að halda sér áfram og Stals búin að vera magnaður senastu 3 leiki og heldur áfram. Vallega líka farin í þægilega prógrami núna. Þeir eiga Korteringi næsta leik og svo Fylki, svo XI. Þannig að með sigrum gegn Korteringum og Fylki geti XI verið leikur í raun og sæti og innbyrðisviðregnina bara í stórmeistaramót sæti. Já, en það er örlítið svona vingill á þessu. Þeir eru komin í jólafrí. Hefur það einhver áhrif á þá? Út af því að spilatíminu var augljóslega vandamáli sem var að hrjáða að þeir eru komnir í gang, þurfa að halda sig við. Ég meina, Tómi, þú ert alltaf bestur rétt fyrir jól. Þá er púlsinn hár, spennan mikil, húan komin upp, headphone-in sita betur. Þetta er bara svona ýmislegt. Þannig að þú veist, þetta er svona, gæti gerst. Spike er pottet mesta jólabandi, sko. Ég trúi það alveg upp á hann. Ég held að þetta sé bara... Nei, Gótir er það svo 100%. Er það? Já. Já, getur. Það er svona gæði sem er alltaf að senda til einhverja joke-pakka og eitthvað. Já, 100%. Ég bara sé þetta alveg fyrir mér. Tommi, MVP? Það er Jólastals. Jólastals. Jóla. Hann fær góða gjöf í skóinni í kvöld. Það hlýtur að vera. Já. Það hlýtur að vera. Hér er örskamma stund. Þá er það seinni viðureign kvöldsins. Það er Ármann gegn Þór og undan því. Þá erum við með einn jólagest. Hvernig varst þessi? Jólagestir? Jólagestur Tomma. Jólagestir Tomma. Já, við látum þetta virka. Bjarni, leikstjóndi Dusty er mættur í hús og ætlum að spjalla við hann áður en að næsti leikur hefst. Komum tilbaka eftir örstutt auglýsingahlé. Vört í besta sætinu í vetur og hóða á alla leikina í NFL. Tryggðu þér áskrift að sportpakkanum og bættu við NFL Game Pass fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Topp dagskrá alla daga á Stöð 2 eSport. Kamila, við fyrir við þessa. Steini.
Rauðvín og klaka. Queens. Góða kvöldið. Það eru frábærar. Sandkassinn. Einhver aðstöðuna? Ég með riffil. Game TV. Þetta Arnarsparkið! Oh my god! Törfdeildin í Þeir eru búin að eiga sín færi. Babe Patrol 8 metra frá mér. Hún er komið. Það var vel gert. og Vodafone-deildin. Sem og eru að í hátíðana með frábært skot. Stöð 2 Sport. Besta sæti. Líkið er af ungri konu með sítt skollitað, rauðleitt hár. Hún er í gulu útivistarjakka, ljós á hörund og er til 25 ára. En hún er þá ekki fyrsti ljósmyndarinn sem hrapar fram að klettum hér slóðir. Nú. Gulu eru slys, fjólubláu eru banaslys og rauðu er fólk sem við höfum aldrei fundið. Við erum með langflest banaslys á landinu. Allt túristar. Þú klárar yfirheyrsluna, þrýstir á henni þá til að þú færið upp úr henni sannleik. Ég ætti að skilja strax hvað er í gangi. So, this is a murder investigation. No, I mean, we don't know. Yeah, we don't know. No police. No, it's the Christmas show. Og með okkur í dag eru auðvitað þið líka sem er að fylgjast með okkur heima. Gleðileg jól til allra! Fyrir uppáhalds jólasveininn. Ok, þetta er geðveikt. Við höldum heilin jól. Við viljum vera hjá þér jólin allstaðar á Stöð 2 og Stöð 2 Plus. Hvað myndir þetta? Svart sambal. Já, ok. Hér eru hlutir sem þið gætuð ekki ímyndað ykkur. Drekatemjarinn mun vísa ykkur rétta leið. Var þetta? Buxuna mínar, já. Hvernig færðu mig alltaf út í svona rugg? Stórir draumar geta ræst. Gleðileg jól til allra! Við viljum vera hjá þér og krakkunum jólin á Stöð 2 og Stöð 2 Plus. Það er að mæta. Vel gert. Sjá hann. Game TV er á Stöð 2 í sport. Sáu þetta? Þar sem Óli Jóels og félagar spila nýjustu leikina á sinn einstaka máta. Double kill comeback. Let's go, baby. Game TV, mánudag klukkan 20:00. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Koma, ég
Ný þáttaröð á Stöð 2 Sport, þar sem við fáum innsinn í síðustu mánuðina gegn Kára Árna og Sölva Geir á knattspyrnuferli þeirra. Hvað gerist þarna? Íslandsmeistaratitillinn hann farinn. Ásamt því að fylgja þeim eftir á ótrúlegum lokaspretti Víkinga í sumar. Víkingar, fullkominn endir. Velkomin aftur. Ég veit að það sem þið þurfa öll búin að spyrja ykkur á mjögurskanli snjóaði hjá strákunum. Svaraði nei. Því miður. Það er aldrei að vita hvað gerist. Því að getur allt gerst í Vodafone-deildinni. En hér er komið eitt mesta jólabjarn Íslands var eitthvað sagt. Var ekki þess vegna sem við fengum hann? Jú, hann var fengið þetta sérstaklega vegna þess að okkur langaði að spyrja hann út í bara jólalega hluti. Já, ég er jólabárn ásins sko. Er það málið það? Sko, þú stendur samt við hliðin á Tomma með jólasönuhúfu, bara svona sem við alveg með á hreinu. Með rauða jólaslaufu. Það er gott touch. Við erum konum með jólahúðunar á prófamyndunar. Við tókum með því, herru, það er þetta rétt. Það er ástæðan fyrir hérna. Við gáðum shoutout fyrir það síðast. Við spottuðum þetta. Gott touch. Er ég að bæta slaufunni við myndina líka? Gæti gert það. Sko, við viljum ekki stjórna neinu, en því jólæra, því betra. Því ég og Tom erum búin átt okkur því að við erum jólabörn og við erum átt það gamlir að við erum búin átt okkur því að það er ekki töff að þykast að vera töff. Þannig að við erum allir bara að lega okkur á jólabörn. Það er bara þannig. Og ef það kemur snjókoma núna er ég allsæll. Nei, hún er ekki koma. Nei. Það er líka grins á tökunum sko. Það er stjórnsvinsinn sko. Það er bara þannig. Bjarni, velkomin. Thank you. Toppi-deildarinnar. Alveg búin að eiga erfiða leikinn á milli, þú munir alltaf segja að þetta er alltaf auðvelt og þeir munir vinna allt, en ég munna að þú veist, Þórsleikurinn var heldur betur spennandi og þetta stemdi rosalega spennandi deildi, þið náttúrulega eru á ótrúlega þægilegum stað akkurat núna. Já, þetta varð mjög þægilegt þegar Þór drappaði, þeir töpuðu á móti Fylki, það ekki? Þeir byrjuðu náttúrulega að tapa móti ykkur, droppuðu svo á móti Vallega Já, þeir töpuðu á móti Vallega. Já, Fylki núna senast. Þrjú töp og meðan þeir eru með fullt úr stig. Já, þannig að við gætum tapað núna, við gætum unnið alla, tapað fyrir Þór tvisvar og samt unnið, það ekki? Jú. Af því þeir eru með 3 töp. Jú, svo lengi sem að, já, þið vinnið alla aðra leiki. Já, akkurat. Þannig að, já, stór leikurinn eru núna, já, þau komum í 12. umferðin og þið mætið Þórsurum allavega svona, þeir komið mjög góð mál með sigri þar. Já. Með innbyrðisverkin allavega alla aðra. Já, ég veit ekki, sko, eins og þú segir, ég mun alltaf segja þetta verið auðvelt eða eitthvað, en... Já, við höfum alveg talað við áður, já. Við þekkjum svör, við þekkjum þessa frasa, þekkjum þessa menn. Já. Ég allavega ég held að næstu leikir á móti Þór verði ekki tæpir, sko. Nei? Já, það er þannig. Eru þið búin að reikna það út? Já, eða þú veist, við vitum alveg hvaða mapp þeir vilja fara í. Vertigo var engan veginn óvænt, þú veist, þó ég held að þeir hafi hugsað svona, yes, við erum með það hérna, við förum með Vertigo, búist ekki því. En hérna, ég held að næstu leiki verði ekki tæpir. Bjarni, það er náttúrulega stórt mál í sen núna sem við þurfum að ræða. Fyrir tímabilið þá skiptu... Sko, við erum að tala um alvarlegt mál núna, það er spurningum að sleppa snjókumunni. Rétt á með það. Þá, já, náttúrulega hætti steppi kókuliðinu og þið ákveðið að leita á nýmið, kemur Heiðar Mikkasonur. Hvað, fyrir viku síðan, þá fáið það fréttir að hann sé hættur í liðinu, að Dusty og Midgard hafi komist að samkomulagi það. Viltu fræða okkur hans? Já, bara svona til að byrja með þá er samningnum hans hefur verið rift, skilur, hann er ekki lengur á einum bekk, þó hann hafi vissulega verið bekkjaður til að byrja með, Jói Sæn. En já, hann er engan veginn hluti af Dusty lengur. Það er ekkert svona bad blood eða neitt á milli, en þetta var bara breyting sem var þörf, held ég, sko. Ef maður lítur á íslensku sinnuna, ef maður lítur á Vodafone-deildina, að þá sér maður enga ástæðu til þess að breyta og ekki einu sinni fyrir kókó-breytinguna heldur eða neitt. En við erum að miða erlendis líka, skilur, okkur langar að, það er ákveðin múr sem Íslendingar hafa ekki náð að brjóðast í gegnum í CSGO. Þið eru búin að skalla hann nokkru sinnum. Já, við erum bara búin að vera að nutta svona í honum bara svona rólega í 1,5 ár, sko. Og mér langar að, þess að nuttast alltaf bara í honum, að dundra í gegnum hann, sko. Ég meina, ég og Tóma getur sagt það, sko, að við vorum einu svona ungir efnilegir. Það hvarf mjög hratt, sko. Já, þú fórst allavega út að keppa. Ég hef ekki gert það. En, þú veist, hvað þarf til? Þessa breytingu, þegar... Og er bóndi þessi breyting?
Nei, hann er bara tímabundið. Hann er bara streamer, hann er bara pappa CS. Hann er bara pappa CS. Hann er bara besti pappinn í CS á Íslandi. Það er reyndar rosalegt að eiga, þú veist, vákvað verið bóndi fyrir að fara ala krakkarnir svona upp í þessu. Já, ég held að það sé 100% að þetta var FK. Svo vorum að sjá Max Verstappen vera heimsmeistari á helgina, þú veist, hann var bara, Hoss Verstappen var bara með hann alltaf hérna bara, út að kera, inn að spila. Og Palli alltaf svona, fara að hausa. Nei, en hérna, ok, þannig að bóndi í raun og veru bara gerir kannski þetta auðveldara fyrir ykkur að geta ítt þessar breytingu gegn verandi með hann á bekknum, þið getur kallað á hann, við vitum öll hvað hann getur og þannig að það hefur gengið vel hingað til. Já, náttúrulega þessi eini leikur hérna með sögu var ekki erfiður. Nei. Hann var mjög skemmtilegur, eins og Tommi tók undir. En hérna, já, hann er bara, ekki næstu leikur hjá okkur á móti Kórdrengjum. Hann er bara... Jú, þið sendið okkur í jólafrí á föstudaginn. Já, þannig við erum seinni leikurinn. 9:30. Við erum seinni leikurinn. Fyrir seinni leikurinn. Já, verður góðu Árni Bent Leflöf. Hann er býr í Danmörku, hann er klukkutíma eftir á, vakna 6. Þú veist, að byrja leik klukkan 10:30 er ekki vesen, sko. Þið gerir það okkur einasta kvöldi, sko. Ég bara vorkina átningi neitt. Nei. Ekki heldur svo sem Þetta er líka föstudagur, sko. Nei, já, veit. Hann er að skara fram úr í sinni íþrótt og hann þarf bara að mæta í sína leiki og mér dreymir að komast til CS klukkan 10:30 á laugardagskvöldi. Það er geggjað. Já, hérna Palli er bara að spila, hann náttúrulega er bara streamer og svona, en í leiðinni þá er hann einn besti Counter-Strike-spilar Íslands, þannig við gátum alveg fengið hann inn og verið nokkuð öruggir að vissa sögu á Kórdrengi, að vinna sögu á Kórdrengi, segi ég. Og hvað gerist næst? Þú veist, það er náttúrulega, núna kemur pása, það er einn leikur, þá fáið, 3 vikna hlé, cirka, leikmannagluginn opinn, hvað er að fara að gerast? Maður er búinn að heyra alls konar sögur. Já. Ég gerir fastlega ráð fyrir mjög að heyra margar sögur að ykkur aðeins rétt. Nei, ég get bara fullyrt það núna, það er engin af þeim sögum og spurningar sem ég fengi varðandi bekkjunina, eða brottrekstur, Midgard, að enginn þeirra er rétt, það er ekki af því að hann var eitthvað meiddur eða var að fara í aðgerð eða hann var eitthvað veikur, það er ekkert þannig, sko. Ég myndi aldrei reka hann ef að það væri issueið, sko. Við myndum alltaf vinna með honum í kringu það, sko. En, þetta er, sko, og ekki tengt honum persónulega, sko. Þetta er bara út frá, in-game aspektum, skilur við. Þannig að, Já, ég meina þú veist, það er bara heiðarlegt. Þið ykkur fannst þið þurfa að gera breytingar til að taka næsta skref. Og þetta er ekki einu sinni hann að vera eitthvað lélegur leikmaður. Þetta er bara, þessi samsetning náði ekki þeim árangri á síðasta tímabili sem við vildum ná, skilur við. Og frekar en að reyna að bæta úr þeim vandamálum með því að vinna saman í gegnum það, þá heldum við að það hafi verið betra ákvörðun að skipta honum bara út, skilur við. Hvernig leikmann er þetta að leita? Svona fyrst að það er ekki komin leikmaður á borð. Ég myndi vilja, það hefur ekki komið upp leikmaður á Íslandi og nú er ég bara mjög heiðarlegur. Að mínu mati það hefur gjörsamlega vantað síðustu 2 árum íslenska leikmann sem kemur inn í senuna og er bara svona, hann er hot topic og hann er bara svona með eitthvað svona wow-faktor, skilur við. Svo þegar 2016 þá voru Eddi og Þorsteinn að koma upp, þeir eru í Panda X Gaming og þeir fara okkar LAN með einhverja 8. sætis liði og eru bara efstu 2 stöttum, skilur við. Það hefur enginn þannig komið upp bara síðan að við í rauninni byrjum í U19. Og 1-2 einstaklingarnir sem að mínum mati eru á einstaklingslega nógu góðu level til að spila með okkur, hafa báðir verið með okkur í liði áður og það eru Stebbi Kókó og Midgard. Það er engin vafi á því að þessi 2 leikmenn eru sem einstaklingar bara þeir bestu á Íslandi eða með þeim bestu, en það gekk ekki upp þegar þeir voru með okkur, sko. Ef það er engin fiskur í þessari tjörn, hvaða tjörn ætlar þú að fara í? Það er kannski svolítið snemmt að fullera að það er engin fiskur í þessari tjörn, en við þurfum kannski að, ef við ætlum að fara í þessa tjörn, þá verðum við að fara í mjög lítinn fisk og vona að hann stækki og Þetta eru svo góðar veiðimannlýsingar. Já, þetta er rosalega fínt, sko. Ég er að spója að fara bara að ná í stungina og fara í Maríulaxinn, sko. Bjarni fór ekkert úr því að vera einmitt þessi U19 upp á sviði hérna í háskólabíó þegar við vorum ungir og myndarlegir og þeir voru gamli vítryggur við borðið hérna. Ég er svona eina spurningu svona aðeins finnum lítinn fisk í þessari tjörn. Dýpra í svona fyrir svona kannski áhorfendur sem að horfa á horfa núna útsendinguna sem að svona vilja aðeins fræðast þú veist, þegar hann spyr hvernig leikmenn þetta leita, hvernig hlutverk, væntanlega ræfler. Já, það var nefnilega mín pæling. Er Þorsteinn bara orðið vappi, bara punktur? Já, þú veist, í þeim 4
stöðum sem við erum með uppfylltar, þá erum við með besta leikmann í Íslandi í þeim stöðum. Þú vilt menna Þorsteinn Sjóni besti vappinu í Íslandi? Já, bara án efa, sko. Hann bara, Þorsteinn bara þannig að þegar það eitthvað, hann með eitthvað verkefni, þá tilengar hann sér það gjörsamlega og algjörlega, skilur. Ég ætla ekki að rökra það er ekki punkturinn minn, ég vildi bara heyra þess að. Nei, mitt, en hérna, þetta var fyrsta tímabil. Það búið að vera algjörlega frábæra á þessu tímabili eins og þið allir endar í Dusty. Já, hann byrjaði síðustu tímabil mjög brösulega á vappanum, á Erlendis, það að segja, en það bara bilaði stígandi í honum og það engin, nema eins og þið segja, við þurfum að fara í aðra tjött til þess að sækja betri vappa, sko. Ég held að, eiginlega stærsta dæmið, og nú er þetta bara einhvern podcastskýr hérna, sko, en eiginlega svo stærsta dæmið sem ég hef tekið eftir og hef fiskað eftir, enn eitt fiskareffinn, það er það þegar hann er að mæta stærstu veppunum. Það er stærstu nöfni, Kókó, Spike, ADHD, Myndigrís, og er að vinna þessa gæja í dúl. Það er ákveðið statement, sko. Já, þú veist, það líka fyrirfram, sko, ég skal bara vera kokki í gæinn, Þorsteinn án nokkurra æfingar á vappa er betri vappi en allir þarna sem nefndi nema einn, sko. Og það er Kókóinn, sko. Sem er rosalega áhugavert í rauninu út af því að þú ert búinn að tilenga þér ákveðið ról sem er náttúrulega vappinn í rosalega langa tíma. Þannig að þú ert búinn að tilenga þér ákveðið svona muscle memory og svona hvaða hluti sem þú þarft að gera. Og ég er mjög ánægður með hann að hafa lagt sig það mikið í það að vera komin með þetta muscle memory og komin með hlutina sem hann vill gera inn í rándinu bara strax. Út af því að þetta þarf að lærast yfir dálítinn tíma og hann er augljóslega búinn að setja brjálaðan tíma í þetta. Já, hann setur bílaðan tíma í þetta og veist, þegar maður er að vappa, þá er það minna mekanískt, þá er það meira hvernig þú hugsar leikjunum, hvernig þú hugsar lóturna sem hann spilar. Þú ert í rauninni það sem að liðið þitt þarf að rótera í kringum, skilur. Því þú ert með langdýrustu og mest impactful vissuna og það er það sem að Þorsteinn hefur lært ógeðslega hratt. Það er orðið ógeðslega auðvelt að spila í kringum og með honum, skilur. Bjarni, bara svona þannig við slúttum þessu, hvenær erum við vona á niðurstöðu okkur? Þið eru væntanlega ekkert að flýta ykkur neitt rosalega mikið í ljósið þess að þið eru bæði með bónda og svo er náttúrulega Clever með ykkur. Við erum alltaf á algjörri keislu og við ætlum að taka okkur gott jólafrí, ég veit ekki alveg. Ég veit ekki alveg hvernig glugginn lokar, en þú veist. Það er ekki bara fyrir fyrstu umferð? Já, hann lokar bara degi fyrir, eða day off sem að fyrsta umferð byrja 7. janúar. Nei, það er á 3. eftir það. Bara því meiri tími því betra náttúrulega, en já, ég myndi ekki búast við neitt tilkynningu eða neitt þannig strax, sko. Nei, ég þarf ekki að refresha öll jólin. Nei, þú hringir kannski bara í mig. Já, ég bjalli því. Þá er mikilvæg spurningi, hver er mesta jólabarnið í Dusty? Edison. Er það ekki Plóter, eða? Nei, það er Árni. Það er Árni. Hann átti afmæli í gær. Í alvörunni? Já, til hamingju Lil Fluff. Til hamingju Lil Fluff. Þetta er bara auðvitað, að sjálfsögðu. Bjarni, takk fyrir komuna. Takk fyrir að fá mig. Bara og gangi ykkur sem allra best í þessu. Þá er spurning að við förum að hita upp fyrir stórleik kvöldsins Ármann gegn Þór. Við slum kíkja á lið Ármanns í dag. Þannig að sjáum við þá. Liðið eins og það er í kvöld þá erum náttúrulega búin að sjá breytilegt line-up og line-upið sem ég er með fyrir fram með allavega inniheldur nú við slum bíða þess með, við slum fá staðfest frá mótarstjórnina því að það er einhver breyting sem er á hópnum. Sem er áhugavert í rauninni út af því að... Nei, það er komið hérna. Vargur, Hundsi, Ávirkur og Krúser og Peter kemur aftur inn í liði fyrir Dawson. Já, það er... Sko, Dawson fékk sitt tækifæri. Virkilega góðu spilari, en mér langar að benda á það samt að hann er að koma mjög ryðgaður inn eftir langa pásu. Þannig að ég held að hæfileikarnir séu 100% til staðar til að vera inn í liði á þessum kaliber, en kannski aðeins fleiri tímar á bakvið og þá erum við komið með mjög sterkan Dawson sem getur farið inn í lið. En Peter, að sjálfsögðu, við erum búin að tala um hann er geggjaður, hann á eftir að eiga góðan leikinn í kvöld að það. Já, Thomsen búin að kljást við veikindi og við óskum honum bara allsins besta, góð spata. Já. Ef að, ég er ekki viss sem ég hef verið í standi, ef ég verið veikur, verandi hluti af Ármann að horfa á síðasta leik Ármanns. Nei, ég held ekki. Púlsinn er bara svolítið hár. Já, þetta var rosalega skemmtilegur leikur. Eins og við fórum inn á fyrir senasta leik, púlsinn var rosalega hár á mér allan í gegnum allan leikinn, sko. Tommi, það er stutt í þennan leik, þannig að Jóla toppmaður Tóma. Jóla Hundsi. Jóla Hundsi. Já.
Jólahund, já. Hann er það búinn að- er jólasveit, sko. Já, hann er búinn að hækka sensi sitt. Hann er reiður jólasveit, samt. Já, hann er, hvaða jólasveit væri hann? Bísflexari, til dæmis. Það væri samt vargur. Það er 100% rétt. Já. Getum við fengið var? Jóla. Ég veit ekki, nei, jólahundsi, ég bara hundsi. Ég held að Það er lýsandi nafn fyrir hann. Hann er komin með smá spilatíma undir belti núna undanförnu. Hann er búinn að hækka sensi sitt og eins og við munum eftir honum, þetta high sensitivity hundsi, það er unun að horfa á það þegar hann fer á stað og ég held að hann fara á staðina á móti Þórsurum. Þeir eru brótættir. Það veitum við það. Jólahundsi er toppmaður Tomma. Tommi, viltu vita mappi? Hvert viltu sjá þetta fara? Sko, ég held að aftur, báði leikirnir sem að fara fram í kvöld væru bestir í Mirage og Dust 2, en ég held að þetta fari í Dust 2. Ég ætla að hryggja þig og segja að þetta fyrir ekki Dust 2 því ég held að þetta hefði verið stórskemmtileg leikur í Dust 2 líkt og fyrirleikurinn var sem var 9-16 leikur fyrir Þór. Við vorum einmitt að rýna svolítið í þetta á. Hvert getur þessi leikur farið? Og þegar við horfum í möppin, Ármann 3 leikir í Núk, 2 í Inferno, 1 í Dust 2, 1 í Mirage, 1 í Overpass og 1 í Ancient. Tökum við Ancient leik út, sem að hægt að tala um hann. Bara strax. Þórsararnir hins vegar hinum megin, 4 sinni Vertigo, 3 svo Dust 2, 2 svo Overpass. Þannig að einmitt, Dust 2 var eitthvað svo borðliggjandi hérna. Við slum fara þá í gegnum bönnin. Ármann banna Vertigo. Fyrsta bann, villingi fara á móti Þór í Vertigo. Nema Dusty. Þór tekur þó út Inferno, vitum að Ármann getur verið sterkir í Inferno, Ármann hendur út Ancient. Þórsarar banna Dust 2, samt búin að spila það mapp 3 sinnum í deildinni fram að þessu og búin að sigra í alla sína leiki nema síðast gegn Vallega. Rosalega áhugavert bann. Já, Ármann hendur það út Mirage sem að skilja Núk og Overpass eftir og við erum að fara í Overpass. Þór er búin að spila Overpass 2 var einu sinni gegn XI, það var sigur og einu sinni gegn Kortringum, það var líka sigur. Ármann sigrar Kortringi einnig í Overpass, einu Overpass leikunum sem Ármann hefur spilað. Já, sko, Overpass, ég held að þetta verði sloppy leikur. Tilfinningin er samt að Þór hafi unnið vítóið hérna. Já, 100%. Þarna eru Þórsarar bara að sigra vítóið. Það er skilið eftir Overpass og þarna er Ármann aftur að dálítið svona slippa í vítóinu sinu. Já, ég raun og veru enda með sko Mirage, Núk og Overpass og einhvern veginn er Núk eina mappi sem er svona vitum að Ármann alveg til í að spila. Það er eina mappi sem Þór hefur bara ekki spilað ekkert eina en þú veist að Núk er það mikið spilað, Þór hefur ekki ennþá tekið leikið Núk, ætla greinilega ekki þangað. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Við slum kíkja á lið Þórs og þar var liðsbreyting fyrir stuttu en við vorum að komast að því að það var önnur liðsbreyting núna. Detonate er ekki með í kvöld, Instant kemur aftur inn liðið, Alle, Delli, Kókó og Rín myndalið Þórs. Tómið það stuttir leikur sem halda áfram að tala með yfir nýjunum og svona. Ég ætla bara að henda þið beint í jólatoppmanna norðar. Kemur jólasendingi að norðanmanns? Jú, hlýtur að vera. Ekki Dimmuborgum? Jú, öll fjöllin eru fyrir norðan. Það er jóla instant. Reyndar ekki, en það eru mjög... Er það jóla instant? Það er jóla instant. Fíla? Já. Væri með þess að ennþá betra sem instant jól, en ég teki jóla instant. Já, jóla instant. Sko, við erum búin að sjá rosalega mismunandi instant. Hann er búinn að mæta mjög sterkur og hann er líka búinn að vera lakur og eiginlega bara með liðinu sinu. En ég held að hann muni skara þetta fram úr, hann vill rífa sína menn upp og standa sig. Já, við skiptum bara yfir hnífa leið og þeir hefjast. Tómi, Overpass, sko, Kortringarleikurinn sem Ármann spilaði var svona svolítið fram og tilbaka einhvern veginn en aldrei hættu maður rétt. Það var bara alls ekki, hann var 16-3 eða eitthvað. Já, en það var samt einhvern veginn svona fightingsleikur. Það var einn af þessum leikum sem maður skildi ekki alveg hvernig Kortringi voru að tapa svona stórt. Já. Og Þórsararnir síðan gegn Exi og Kortringjum með sína sigra í Overpass og náttúrulega pökkuðu Exi. Já. Þeir bara enduðu þessa sigurgöngu Exi í deildinni. Já, í rauninni og pakka þeim, en það er eitt leikmaður sem vantar í þann leik sem að gjörsamlega fór hamförum á Exi og hendi Exi einmitt í stæðsta tap sem deildinni við séð, 16-2 og það er Detonate. Hann er ótrúlega góður Overpass-spilari, það vantar hann í kvöld. Þannig að það getur verið faktor, ég meina, þú veist, þrátt fyrir það þá eru þau með Kókó þarna inni og hann átti líka góðan leikum út af Exi sem við erum að referensa þetta á vappanum en Detonate var bara miklu betri en það er svona áhugaverið punktar til að hafa í huga en Ármann þurfa að eiga stóran leik, þeir eru góður í Overpass þegar þeir voru hjá KR en þegar að auðvitað sér í liðinu, það er allt öðruvísi dýnamík í liðinu.
Hnífarnir að hefjast. Ekki að staðfesta að þetta séu rétt lið fyrst að það var síðust sekundu breyting. Jú, þetta akkurat rétt lið. Engin detonate og já, Peter kemur þetta inn. Peter getur verið svona difference makerinn hjá Ármann, getur opnað þetta heldur betur upp fyrir þá, en ja, hinum meginn þá missaði detonate, en maður kemur í mannstað, instant, Jóla toppmaði Tóma, kemur þar. Verður áhugavert að sjá í rauninni hvernig fyrsta rándi kemur þetta frá Ármanni, hvort þið sé að fara að byrja þetta hörku, Kristján, eða hvort þið að fara aðeins að lengja þetta út, því að náttúrulega overpass, stæðsta mappi í mappúlinu, það er heldur betur að leika sem í tímarina. Sýnist eins og það er ekkert rosalega mikið kjaftaði á Ármanns mönnum hérna í terr, í sókninni. Allir verið að spotta hann að Fountaina, sjá hvort hann sjá eitthvað, en mér sýnist hann hafa ekki séð neitt og ætlar að róta hérna yfir á hlemmin, sjá fimmuna, sér 2 leikmenn, tekur hérna örlítið damage, en eins og hlutverki þessa leikmanna á fimmunni sé lokið. Peter hérna fellur fyrir Rín sem að kíkir hérna út monster sem að Cruiser var að flassa og komni með short controlið hérna frá Cruiser og virkur sendur aftur í fjarka núna að leita einhverju pikum. Cruiser núna kominn á bakvið það, Alli ennþá inn á closetum. Smókunni kemur fyrir ruslið, Alli ennþá þar á closetum. Hann gæti fengið hérna leikmenn í hliðina, instant á default boxes, tekin þetta út, Alli með 2 stór frögg hérna, veita einum á fimmunni, en Alli klárar þetta. 3 kúlur. Já, missa bara einn mann. Gríðarlega, já, gott ránd hjá Þórsunum. Samfærandi rándinn í byrjun frá Þór. Eru alltaf mjög sterkir í pistólunum. Já, það er bara rauninni, þú veist, það er ekki jafn mikið utility í borðinu og þú veist, þeir ná bara að skjóta í haus. Þeir eru góðir í því. Þeir eru góðir í því. En á móti, Ofvirkur kominn á skátinn, munum eftir því í terrháleikinum í Inferno á móti Valle að þá var Ofvirkur, já, við skulum ekkert skafa því, hann var afleitur á vappanum, en CT meginn, þá fór hann að hitta aðeins meira, en klökki menn sjá, hann er í terr núna, þannig að spurning hvort það hafi ykkur áhrif. Hann lega klósitum nær þetta fyrsta, Cruiser fellur, spreyjar þetta niður, Hundsa grípur í öspuna og Vargur, já, nær að taka alla niður 6 HP og hann hverfur í burtu. Bara Eva Diglan drífur í gegnum þennan vegg, en Ofvirkur er að taka einn niður hérna, Steppi Kókó komin í 30, en vita núna af honum í 5-munni. Þeir ætla umkringja hérna A-ið, en instant leysi pressuna, Vargur fallinn. Ofvirkur nær alla. Nær einum fyrsta frakkið hjá Ármanni í þessu rándi og Peter hann bæti við. Það gæti opna rándið hérna, Rín hins vegar heldur föstu við hérna á B-inu. Lendir í vesinni hérna, takkar hérna örlítið niður, en einhvers finnst það rándið. Verið að pússa mótorinn núna, Kókó að koma en hefur hýrt þetta. Ég ætla að benda á það, Kristján, að bomban er lengst í burtu, sko. Hann er bara að leita fröggum, sko. Kókó fellir Peter og þá er jólasagan öll í þessu rándi. Get ekki beðið til páskaútgáfunar. Já, búið til músastiga á eitthvað. Það er ekki jóla? Nei, er það jóla? Ég held að það veri páska. Ég var svikinn í grunnskóla greinlega. Það er endur í þetta jólaskraut frá fjórðardag. Þessi grensa, er hún ekki? Ég held hún var í Jú, wow. Galinn. Galið, góð, Rínina. Seinni mætir Kókó hérna síðan og Delli bara hreinsa upp. Rín með. Flass í 5-muna, nei, fyrir monsterið og Vargur í VS. Þvílíkt utility hérna í þessu rándi, við þurfum að sjá utility damage bara eftir þetta ránd. Það er heldur betur til að heyra það, Rínina spreyðir ekki með smókinn og þeim gruna svona einhvers staðar hver hann er. Já. Ná flawless rándi og utility damage, takk. Já, einmitt. 92, 133, það er Delli og Rín, þetta eru bara grensur, sko. Já, og bara í þessu rándi, held ég. Nei, kannski ekki. Ég er nokkuð vissum að hafa ekki rosalega mikið utility verið kastað. Segjum við. Fjórða rándið hafið, Vappi og Ofvirk, AK á rest, M4 á línuna hinum meginn. Vargur geigar á smókina. Delli, það er að ég klára Cruiser þarna, Ofvirkur tekur hann út. Vargur hins vegar,
Komin hérna með pressum, en Instant að búa til smá vesen og Vá. tekur út 3 leikmenn hér bara í beit. Hann var einn þarna. Þetta var Instant að afgreiða ármannina. Kristján, þetta var vappi á ofvirk. Já, og opnunum var komin frá ármanni í þokkabót. Instant krækir sér í 4K. 4 kill í 4. rándi til að koma Þór í 4-0. Hér sjáum við þetta 3K. Hvað, er ofvirkur fyrir í smók eða eitthvað svoleiðis? Hann byrjar að feita. Hvað? Hann tekur ekki eins og skot. Hann reynir ekki. Spurning hvort að Alli hafi fengið frían vappa út frá þessu eða eitthvað, en þeir spretta hérna fántinnið, fá hérna grensu í fjesið, en missi ekki ómikið damage þarna, en þarna gera Alli nær fyrsta pikkinu, nær öðrum, nær ekki þriðja, Peter hausar hann áður en það gerist og þarna gregja sér í vappa. Spurning hver fer á hann, ofvirkur myndir þetta degluna í Matrixinu, termiðin í þokkabót. Peter tók hérna vappa, hann á hann skuldlaust, Flassi kemur hérna yfir en ekki nógu gott til að Instant geti nýtt sér það og ákveður að vera bara inn í. Delli getur verið lúmskur hérna, þekki það hlutverk hérna mjög vel. Þetta er hárrétt push hjá hann og svona, hárrétt, hann komin hérna nær að halda bakinu ef að þeir ákveða að bakka á Instant, þeir eru búin að boxa það inn strax. Góð grensa á Instant samt. Vil ekki fara í alveg endrið með vappan, en Vargur gæti leyst þessa pressunni, hann sér ekki Della. Hann ætlar að klína hann út, rétt, missir af byssu hlaupinu þarna. Takkar hans niður Delli, prakkar að Delli strax bakkaður, en Vargur gæti komið í baki honum ennþá. Peter fallinn, Vargur kominn inn á sætið. Já, svona nánast, en Deglan bjargar hann ekki upp úr þessu, 5-0 fyrir Þór. Þórsarar heldur betur að byrja sterkt hérna. Þurfa líka á því að halda, þurfa eitt sterkan leik eftir hafa mist niður þessi ránd í, þessa leiki núna í síðustu 2 viðureignum. Já, búið að vera erfitt í herbúðum Þórsina. Vilja snúa aftur á sigurbraut, en Ármann með tap úr síðustu 2 leikum líka og vilja reyna að snúa því við. Delli hérna að taka út Krúser. Þeir eru með shortið gjössalega lesið hjá Ármanni. Heldur betur, þannig Krúser á 0-0-6 í þokkabót. En þeir ætla bara að lörka þetta út monsterið. Peter, hundsinn er einum en rífrakkar leið, vita af Peter þarna líka. Spurning hvort að Flassi komið hérna, gerir það. Ekki farið á höndið alveg strax, en eru búin að íta Peter frá monsterinu, fá ofvirkarna bak við sig í monsterinu og Vargur búin að láta vita af sér í tengi. Hérna þarf. Sjáðu Rín, ætlar hann að fara í gegn. Nei, bakkar út úr þessu. Hann var að gera sér líklega að fara í gegnum monsterið. Rosalega drifir. Vargur komin upp af A-inu að búa til einhvers konar feik, en þetta ekki að hreyfa bíðið neitt. Nei, eru bara með alla plantaðan í bankanum. Hún líður bara vel þar. Já, hann er þokkalegur þar. Ofvirkur að leita einhverju pikki. Þarna er að spotta Mollin kemur á shortið. Þetta lokar þetta alveg af í nokkrar sekundur. Tíminn er að renna út í rauninni fyrir Ármann. Mollin kemur þetta frá ofvirk í. Það kemur púsið, Peter nær rífrakkinu, Alli nær ofvirkum út og Peter, já, hann er að fara bessisgangu þarna. Kemur Hvað eru mörg grænskilli í þessum leik? Þetta er orðin 3 eða 4 í 6 rándum. Þeir eru heldur betur að láta utility telja allavega. Algjörlega frábærlega spila hérna hjá Þórsurum í byrjun. Alli komin í 9 fröggin, en það eru allir að hitta þar. Hinum en segi Krúser, ekki komin á blað, Vargur og hund sem er 1 hvor. Gengur ekki vel. Já, þessi grensa að vera örlítið til vinstri. Spurning hvort hann hefði hitt í gegn. Spreyið er að hitta frá Della. Della er að stríða þeim í gegnum viðinn. 30 kill komin inn frá. Della tekur Varg í gegn. Þetta var 31. killið fyrir Þórsara. Það eru 9 frá Ármanni. Allt er að falla
Þórsmiðin í lífinu akkurat núna. Logoið þeirra líka í jólalitum. Ég myndi ekki reyna þennan. Nei, það kannski ekki. Ég verð samt að segja að utilityið sem að Þór er að henda er þrusu gott. Instant að fylgjast með smóknum hérna. Að tímasetningin er með utilityið uppi þegar ég var að rósa í krúsin er opnuna instant en Kókó komin í rótitið nær einum, nær tveim. Nær að þriðja gerir það. Og Peter nær að rífreka hann að lokum en 1 á móti 2. Smókurinn kominn á ruslið. Leitar að pikinu nær því Delli fellur. Heyrði mér þess að Rín taka pinnan úr. Og heldur betur Peter krækir í fyrsta rándi fyrir Ármann. Þetta var 3K til að vinna rándið. Já. Það þurfti 3K frá Peter. Súpersöpinn að koma inn. Heldur betur heitur. Heldur betur Pétur. Hann er með jafnmörg frögg og restina liðin til samans. Peter. Það er alveg reiknivel. Reyndar ekki, þetta var eiginlega bara svona 1 + 1 + 2 sko. 3. Hvernig gerði Delli ekki damage á? Ég bara skil það ekki. Þetta er galið. Áverkurinn eins og er tekin út hérna. Peter, hann er ekkert hættur að fragga. Ef hann sér ekki óvinni, hann tekur hann bara út vini. Já, það er bara... Kókó er lárin eins og er. Þannig sá Rín 1 í þinginu. Krúsir. Instant. Stóraðna. Hundsi á vappanum. Gefur hann skotið þannig að... Já, Delli reynda kemur hann og klára þetta. Instant sé hér, þetta er enn eitt flawless rándi, Tommy. Þeir eru að spila bara mjög vel aggressíft í andlitið á Ármanni og þeir eru ekki að ná að svara. Hendi timeout, reyna breytingur hérna hjá sér. En já, allt liðið, mínus Peter, er í bölvuðum vandræðum að finna frögginn á blaði. Heldur betur 9 frögg á Alla og Instant, 8 frögg á Della, 7 á Kókó, 5 á Rín, hinn er Peter á 6, Áverkur á 3, Hundsi á 2, Vargur og Krús á 1 hvor. Og við kíkjum aðeins á utility því að það er búið að rigna hérna. Delli 221 UD og 9 flassaðir í 8 rándum. Þetta lítur vel út hjá honum. Það eru 4 af 5 leikmönnum Þór með yfir 100 ADR. Og veistu af hverju, já, Rín er ekki með meira? Það er engir fyrir hann til að skjóta. Já, það er raunnið þannig. Hann var enda klötsaður að Peter rétt á hann en öldungsins rétt alliðana rétt missir af ofvirk sem að er tekin út instant back á þessu fight, vill ekki til hann hafa. Peter hérna allir tekur út varg, þetta er alltaf auðvelt hjá Þórsurum hérna núna. Hundsi á deglunni. Ármann að gefa þeim jólagjafir hægri vinstri. Rétt missir af Sigurðsson á instant en hann sá hann augljóslega. Tekin þetta beint í haus, ekkert vesen, krúsir hérna eftir, degla, smókur, flass. Og er spreyjaði niður að instant og þetta er bara bökun. Byrjar allan að fyrstu 9 rándin þannig. Ármann kom með 1 á blað en þurfa að fara að púsla einhverju fleiri saman. Ofvirkur á þessu sinni komin á vappan aftur. Ekki ennþá búinn að ná hann vappakilli ef ég hef rétt fyrir mér. Þetta smókurinn hittir flössin rignaði yfir. Peter nær allan að opna á Della sem var aggressífur en það er spurning hvernig ná að púsla saman sóknin eða aðmegin þar sem að bróðurparturinn af Ármannsliðinu er. Kókó á vappanum í Monster er að miða þetta niður en Peter hvergi nálagt. Næsta einvígi sem að hann vill fá er á móti Rín væntanlega þegar hann pússar shortið en það gerir strax, gerist þarna. Instant nær fyrsta, beint í haus, ekkert VS, missir hérna öllítið HP, nær að bakka hratt. Kókó nær Peter og það er Molly beint í klósitinn og Instant er komin inn á sætið.
Krúser reynir að opna þetta, Flassi kemur. Þetta í góðri stöðu, nær að spreyja eitt niður, Alli og Instant með 1 sekund ofvirkur. Vappinn er ekki að leika við hann hérna. Og 9. rándið í höfn fyrir Þórsara. Peningurinn lossbónusinn allan að leika við Ármann, þannig að geta keypt upp úr þessu eða vilja. Einu sem í vandræði með að kaupa í rauninni ofvirku sem þannig að sætta sig Galil. Droppað smókum hægri vinstri. Aftur feilar mollinn hjá Þórsunum en kjölfarið hörfaðir. Axonið virðist vera mest aðmein en Krúser að koma sér í þægilega stöðu. Gæti, hann er komin að Sandbox. Gæti búið sér til eitthvað þetta. Instant ætlar ekki að falla fyrir þessu. Tvisvar var tekinn þegar Krúser húsækinu smókinn. Það ætlar ekki að gerast aftur. Mín spurning er Krúser að fara púslingur saman? Ekki hérna. Hundsin er alla út. Krúsin er Rín, Krúsin er Della, B-ið er opið, bomban er að bakka. Margur bakkar hérna á aðinu, þetta heyra þeir allt. En Krúser er komin í mjög þægilega stöðu hérna. Instant þarf að eiga einhvers konar hold hérna en þeir ætla bara aftur upp á aðið. Bomban er að róta þetta, smókurinn kemur hérna út í hefinni, ætla að neita þeim öllu. Og ætla að planta bara upp á aðinu. Þetta er skemmtileg flétta frá Ármanni. Nýta sér þetta. Hann ætlar í hnífinn. Ofvirkur hnífar Kókó. Ég vissi að það var einhverjir flugeldar að fara að gerast þarna. Púsla hérna saman einu rándi, Ármann með góðum pikkum frá góðri staðsningu frá Krúser eins og við megum í rauninni búast við frá honum. Góður að staðsningu sig drengurinn. En það kemur hérna molla setup frá Ármanni á B-ið. Uppsker ekki damage en eru annars staðar á mappinu. Alli á vappanum, nær að nósuma Peter. Nær reyndar ekki Krúser út en veit hann. Krúser refsar alla fyrir þetta repeak. Jæmtilegum í augnablikinu. Það var fyrir hérna í tenginu. Instant að mæta. Hann hittir hann í gegn. Þetta er lýsandi fyrir Ármann akkurat núna. Hvernig hlutir eru næstum því að ganga upp. Gengu upp í senstrándi en þetta er Delli. Okay. Þetta er allar upplýsingarnar. Rotate er að koma hratt í. Hérna mæta er inn á. Rín er mættur en hann er ekki komið með hjálpina. Það styttist eins og er í hana. Kókó hérna að koma út úr tenginum, næra molla bombuna. Rínar Krúser, spreyði kemur hérna frá Vargi. Þarf að kveikja sig eitthvað. 2 lágir. Hundsi spreyði þetta niður Rín, Kókó á vappanum. Hundsi, einn eftir, klárar hann! 3K hérna frá Hundsa til að ná í 3. rándið fyrir Ármann. Hlýtur að ánægja með þetta. Hækkandi Sens, rísandi Sól. Þetta var Jólahundsi. Já, Jólahundsi, 3. rándið á Ármanni. Spurning, já, þeir allan að krækja í alla restina af peninginum hjá Þórsurum en Pítin er fraggið hérna á Kókó. Grænsan tekur Pítin í 4. Utility. Delli er náttúrulega bara í bullinu með þessa grænsu sinna, sko. Já, þetta er bara kjarnorkusprengjur sem hafa verið að varpa yfir á B-sjortið. Instant komin í stöðu. Ofvirkur grunaða. Fellur ekki fyrir þessu. Lítur að hittir Krúser hérna með, nei, ekki með opnununa á A-inu. Sjáum einu sinni enn, eru Ármann, eru svo drefðir. Rosalega drefðir. Hópa sér saman hérna, þó geta sammælst B-ið. Hún verkur með læti hérna upp á A en hérna er Kalli komið, þeir ætla niður eða ekki.
100% Vargur að pússa þetta út monsterinn með einn molla með bombuna á bakinu. Grensunda Dynja. Mollanum kastaði í Keflavík en Rín væntanlega næsta kontakt sem í vatninu ætlar að hleypa þeim í plantið. Geta ekkert brugðist við í Hundsi með Della. Rífrakið, já, seint kemur það en kemur þó. Alli og Rín með sikkot. Vita núna af ofvirki á súlunni. Ofvirkur Lár, Pítur lærri, Pítur núna 1. Rín tekur hann út, Þór 10, Ármann 3 og Tommy í smá stund í þessu rándi þá leita út þess að Ármann ætlaði að fara að svara. Tengja saman nokkur ránd, ekki lengi. Já, skotin bara voru ekki að falla með þeim þegar þeir voru komin í afturplantið. Það er pása. Technical. Það er spurning hvort við fáum einhver skilaboð frá mótastjórn með það. En ef við lítum, já, það vantar Hundsa hjá Ármanni. Það vantar Hundsa. Jóla Hundsi. Þurft að, vippa sér út af servis smá stundin. Þá spurning við lítum yfir þetta instant. Heldur betur öflugur í þessum leik komin í 17 frökin Alli í 15, Kókó í 10, Delli í 9 og Rín í 8. Já, hinum meginn af þeim sem á sörnum, þá 8 frökk á Pítur, 5 á Virk, 4 á Krúser og 1 á Varg og Hundsi að toppa með 9. Með 9. Báðir toppminn Tomma að toppfraka. Þetta ekki tilunendur í jólatoppminn. Það er rétt. Öruglega að standa sig vel. En sjáðu utility damage á Della 276. Þetta farið að slefa í 3 heil frögg. Og ef við tökum allt utility damage frá Ármanni, frá Þór þá, mér sýndist það að vera 5 heil frögg bara af utility, sem er mjög gott. Þetta er bara ránd. Heilt ránd bara af grensum og mollum. En þau fara dálítið þurftina upp úr og ná allan að frakkina á Alla sem var að reyna að koma sér fyrir hérna en instant, rétt næstu því misti af Krúser hérna, nær frakkinu, heldur sér fyrir hérna, vætpíka bara Varg og Instant er ekki að grínast í dag. Hundsi hins vegar nær að svara, tekur hann út, en leið Ofvirkur ætlar að koma inn á AE, þá Kókó mættur, tekur hann út, Hundsi og Pítur 2 eftir, báður í tengi, býta. Instant gerði 291 skaða í þessu rándi. Það er sturlað. Nær 2 fröggum en hausar Hundsanir í 9 síðan. Við erum núna að lörka inn á AF. Það var erfitt að komast inn á, núna kemur flassið yfir og svona grunar ekki Gwend og Kókó á Optimus með vappan. Þetta er erfið lína til að taka en Pítur öndiranda smókarna, kemur sér inn. Smókin, flassigeigar. Kókó nær frakkinu en Hundsi reynir að krækja sér í Kókó en það er ekki allra færi að krækja sér í eitt stykki Kókó. Þór 11, Ármann 3, síðasta rándið í fyrri hálfleik að hefjast. Instant að nálgast 20 fröggin hér í fyrri hálfleik. Vargur, hann er búin að spila vel upp á síðkastið en ekki að finna sig í hér í kvöld. Nei, alls ekki, alls ekki. Makt 10, grensunar rigna frá Della að venju og núna henta bara molla með. Þeir lappi genið molla og grensur og allstar og ná hvergi entry, ekki damage komið á Þósara. Hérna kemur það, en Delli klárar Pítur og 12-3 og þetta er bara bust. Og það er farið að snjóa. Það er farið að snjóa. Það er ekki að spyrja, Tommy, það sem ég sá í þessu rándi var uppgjöf. Þeir halda áfram að hlaupa bara í gegnum mollana, vilja bara klára rándið, það er búið að molla og greina og þetta er bara búið. Já, það er eiginlega bara nákvæmlega sem gerist. Það gerist snemma í rándinu. Þeir vita að Delli er alltaf að grensa þarna. Það er spurning hvort að þeir hefðu viljað. Af hverju tóku þeir aldrei Astralis grensustakkin fyrir utan monster? Aldrei. Bara direkt counter á þetta. Delli fær ekkert að standa þarna ef hann fær grensur í smettið. Hér er, splitt 3 tenginu. B-ið er þannig sem bara gefið þær einn maður inn í Keflavík eða ekki?
Einn sem að halda í rauninni, Halli nær að spotta hann, það Vargur, hann í vesenni. Fær hérna Rín, já nær að hausa Rín allavega. Nær öðrum, þarna fyrsta skotið heldur betur að vinna með honum en annars þar á mappinu, það alltaf gerast instant einn eftir en hann ekki að fara að neita þessum 3 ármannsmönnum til að klára þetta. Já, Vargur lifir þarna, heldur betur hjálpaði þeim. Það bara lykillinn, hann hélt lífið þarna í Keflavík, Rótiti kom inn og náði að hjálpa honum. Líka hjálpar að ná 2 frökum. Að fara að sjá Þórsar að kaupa þetta samt. Deglur, jafna peningin. Það ekki mikið kaup. Þeir ætla að kaupa í næsta vandi. Ég hrifin að þessu. Ætla að gefa þetta ránd, þurfa ekkert í rauninni, ok, eða bara ná endriðin og virk. Þetta óþægileg staða sem að Ármann búin að koma sér í hérna strax. Það betur alveg búin að gefa bara miðjuna. Hann bara krúsar núna, sjáum eins og það að sem við erum með hér. Það eins að Hundsa kom í hjálpuna hérna í 5-una. Ætla að stakka hann upp og leita einhverju infói, pússa hérna út, sikkur megin. Kemur hér. Ná fyrsta, Delli bregst strax við. Reynir að skoða hann, Flassi kemur yfir, vita af Hundsa á steininum. Krús komin í hjálpina, Hundsi með 2, instant næra rífraga, 2 á móti 3 núna. Krúsin að lifa hérna alltaf í bili en hér mun Delli mæta. Mjög gott. Hjá Krúser klárar þetta 3K. Já, 2K og Hundsa, 3K og Krúser. Þessi 2 hafa brallað ýmislegt saman í síðast ekki tíðina og halda því áfram hér. Og, já, þetta var bara lesið, þetta var virkilega vel lesið. Loka hérna, já, púsin upp 5-una. Þá getur maðurinn sem inn á klóstum bara haldið áfram að taka fætana þar. Óhrættu við bakið. Grensa hér, hún góð. Hún lendir bara undir alla. Heldur betur 53 AP á honum. En ekkert fragg alveg strax. Mikið damage. Vargur spyrja hérna í gegnum crossviðinn. Delli ætlar að vera erfiður fyrir monsterið þessu sinni. Gæti búið sér til eitthvað hérna upp á B-inu. Delli fyrir að klára skotin sinna og heldur sér áfram. Flassi kemur þetta tengið. Eru ekki búin að eignast hérna fastir fyrir utan shortið. Og tengið. Flassi kemur hérna í monster. Og bakinn af þessu kemur smókur yfir. Smókur út shortið leið. Steppi Kókó þar. Undirlanda smók til að lögta það út. En Peter sér við honum. Allir eins og með gullfallet endrifrakkarna á. Vargur að fylgja því. Vargur ætlar að vera stór í þessu rándi. Smegir sér undan flössum. Hundsinn 1, 2 og klára þetta ránd. Comeback. Gefum smá tíma hann fyrir að kalla þetta jólacomeback en það er aldrei að vita. Þórsarnir með þetta í hendi sér ennþá en Ármann að klóra í bakkan. Ekki fyrst skipt sem við höfum séð Ármann byrja hægt í leik. Nei, vissulega ekki. Lífur greinilega mun betur í CT. Það var hérna framan af. Deglur á Þór. Það 1 flass til á Della. Og ef ég þekki Della rétt í þessum leik, þá var hann að flassa allt hitt liðið með henni. Einhvern veginn nær því. Hægt og rólega komið sér við 5 núna annars þar á mappinu en Rín allar inn í shortið. Spurning hvort að Vargur sé að fara að taka whitepickið í hann hana. Rín klírar allt út samviskusamlega. Instant fær grensu hana. Hún góð, hann komin í 51 HP. En þá spakur hann á shortinu. Vargur. Rín nær Varg. Það steytar sér skemmtilega nú. Instant og Rín. Sigulpíki kemur út og instant sér leikmann í monster. Ætlar að reyna í hann þar. Peter spottaður.
Engin leikmaður fallinn hjá Þórsurum en Ármann 4v5. Ekkert info í rauninni komið fyrir utan það að Krúser einmitt hérna í 5-unni. Alli komin í klósetinn. Krúser tekur Kókó. Ofvirkur inn á. Það verður stórt verkefni fyrir Ofvirk. Nær einum. Nei, Krúser sjálfsögðu nær honum. Þetta ótrúlegt. Krúser að ná þessu eitt síns liðs. Krúser eisaði. Þetta ace á Krúser. Þetta var stór undanlegt ace. Já, maður er aldrei vissum hver ætti fraggið. Hann var að sista á þetta allt saman. Já. Nær þetta á alla. Þetta er snirtilegt. Nei, þetta er ekki snirtilegt. Þetta er dálítið svona... Já, þetta er frábært. Þetta var ace. Já, þetta var dálítið svona út allt. 12-7 Tommy. Þetta er allt í einu fyrir að líta allt öðruðs út. Einu rándi frá því að ég kollaði comeback. Jæja. Nei, ég er ekki sett sér comeback en þá. Þið fara að líta betur út. Já, það er rétt sér. Umtalsvert. Ármann leit skell út í fyrirháleik en er að spila flottan CS hér í upphafi þess síðari allavega. Staðan var 12-3 í hálfleik fyrir Krúser. Fætti að plass bara beint í smetti instant. Komið framalega og næra að taka hann út. Pressa Ofvirk núna á vappanum. Þeir að koma í baki á honum. Grunar hann hana. Kókó gegn Ofvirk. Nósum keppni. Eiga eins og var hundsæðin á. En þá, hann er í pókanum hana á Optimus. Það er að vera stór hérna. 16 skot. 5 leikmenn. Það er alltaf verið í hausina. Alli tekur Varg. Hann er eitt síns liðs inn á. Rín tekur Píter. Hann er eitt síns liðs. Það er liðs. ekki búið að gera skaða. Þú veist, Alli misti 11 HP hérna. Já. Þetta var of auðvelt gunround fyrir Þórsara að lappa inn fjarkan og ná öllum þessum pikkum. Og Ármann hendi í timeout. Er það ekki bara svolítið seint? Já, og við fáum jólasnjó. Sjálfsögðu. Já, eins og gerist í Overpass. Þetta er ekki staðar í Þýskalandi, skilspyr. Daskanínen. Já, einmitt, út af því. Það er rétt. 15 frögg á Hundsa. 24 á instant. Þessi tveir að toppa fyrir sín lið. Nú eru 10 sekundir að leikar hefjist á ný. Ég væri til í að sjá Ármann bara aggressív aftur. Ég þarf að duga að dreifast fyrir Ármann nú næstu 2 rándum. Þurfum að kaupa létt hérna, þótt að sé talsett að pening til, það er bara ekki nóg í kaupið og meta sem svo að það sé betra að vera fullkeyptir í næsta randi heldur en að fara að kaupa ójafn til núna. Vargur að full spara, tekur uspuna á lélegt kaup í næsta randi, meira að segja Píter á skátinum, Ofvirkur að spara fyrir vappanum. En það var bara náttúrulega að því, viti sem að gefa hann 2% líkur. Píter hins vegar, hann er að skáta út alla hérna. Hækkar aðeins líkutan í randinu til sigurs allavega. En það er spurning hvernig Vargi tekst með þessa uspu. Það er leikmaður að fylgjast með þessu. Það er Rín. Nær út fyrsta, nær út öðrum. Sé setan, nær ekki að syngja þarna. Rín spreyjar þá niður. Krúser næstur í eldlinni. Veit af Rín var að spreyja rétt á hann. Og ekki bara bakka strax. 5 hérna inn á side. Krúser, góð tímasetning. Alveg óvart held ég. Þetta er allavega AK í hendnar á Krúser. Píter getur ekki gert meira með skátin hér og Krúser allavega með AK. Þeir í honum og býður eftir honum hérna. Kókó, jarðar þetta. Það er, já, ætli þetta sé ekki, þetta er ansi mikið vært randallan fyrir Ármann. Þeir eru komni með byssurnar sínar, þeir þurfa að... Þetta er bara mikilvægasta rándi, þeir eiga enga pening í næsta rándi, tapa þessu og þá er Þór kominn í matchpoint. Ármann með baki uppi vegg, gegn Þórsurum bæði þessi lið, já þessi vangbrotin eftir síðustu 2 leiki. Bæði lið koma frá erfiðum tapleikjum. Þurfa á sigri að halda hér.
Heldur betur. Smá skaði gerður á Cruiser, 20 hoppið niður, Mollin kemur þarna í fjarkan en ekkert á bakviðarunni, info komið á 5-una frá Ármanni. Í middiltíðinni ákveða að stakka niður 2 leikmönnum, Ofvirkur á vappanum þarna og leikmaður fyrir aftan hann að fylgjast með sætinu, passífur. Í middiltíðinni bara svona verið að þreifa fyrir sér Þórsmegin. Allt og mikið í boði, hvergi verið að sína sig en hérna kemur infoplayið inn á shortið. Núna eiga Ármann shortið alveg skuldlaust. Þeir eru búin að svindla vargið þar inn sem getur fengið að spila einmitt þarna en Rín er hundsa. Þetta er opnun í Monster. Vargur gæti þurft að koma stórinn á shortinu fyrir sína menn. Instant spottar frá Ofvir. Aðeins spreyjar í gegn, Instant er að búast við þessu. Hann er bara búast við því að það hafi verið beilað út Ofvirkjana. Þá akkurat þegar Alli pússar í gegnum shortið þá er Vargur búinn að hreyfa sig. Þetta er bara leikurinn í hnótskutinu, Tommy. Ofvirkun er allavega Instant út með vappanum inn á en Kókó tekur Peter og þá er Ofvirkur einn eftir. Vappa í höndinni. Spurning hvort hann er að... Nei, Kókó, já, fæði sér einn heitan kaffibólla. Nei, kakóbolla. Sjálfsög. Með mikið að sykurbóðum. Já, en rjóma óna. Já, það er jól. Já. Þór 15, Ármann 7. Þórsarar vilja fara inn í fríið með sigur í bakpokanum og eru heldur betur að gera allt sem þeir þurfa til þess hér. Það er spar á Ármann í þessu mikilvæga rándi. Hundsi er fallinn, Ofvirkur hálfur. Cruiser, Vargur og Peter 3 eftir þetta steppi Kókó nær út Ofvirk og hér er Cruiser fallið að hvað Neil nær að taka út alla. Þetta er AK en þeir eru ekki of lítið of seint. Þóri yfirtölu, hann verður að ná þessu pikki hérna. Virkilega skemmtilega að spila á Cruiser. Lúmskur þarna en Delli les það Peter hins vegar nær að svara. 2 á 3, það er engin vopn í höndum Vargs eða Peter. Sjáðu Rín, hann er búinn að svindla sér inn monsterið. Kemst í bakið á Peter, væntalega ekki að fara að búast við þessu. Restin af liðinu búin að frista sig inn í tenginu ekki satt. Jú, Instant er að býða til Peter. Það var bomban bara sótt. Vargur gegn Rín, Instant og steppa Kókó. Stónu öfn en Vargur, hann er með degluna. Hann er komið með skinn líka. Það eru límiðar á því. Og hitti fyrsta skotinu, Rín liggur í valnum en spurning, ætlaði að taka sénsinn, ætlaði bara að róta þetta. Serið mann í bak, hann er farin upp, Vargur, hann er búinn að lesta. Hann er búinn að sjá þetta. Hann er með eina grensu. Nýhlaðana, deglu og hann tekur út Kókó hérna. Rísastór skot frá Vargi. Tommy, trúru. Hann verður að fara inn á sætið, hérna hann Instant. Hann er með bombun á bakinu. Spottar hann, hittir hann. 38 HP á honum, mollaður út en hann er framan hann. Instant með AK-inu höndunum og Vargur! Deglu legendið algjörlega bakar Ármann þarna. Nei, Ármann Þór. Já, Ármann bara líka. Ha? Frábærlega gert hérna hjá Varg. Deglan að syngja, þetta var taparánd, engin spurning en líflína. Fyrir Ármann geta, liðsfélagarnir spila úr þessu með Varg núna. En það var þetta bara ein hraðahindrun fyrir Þór. Spurning, Flassi kemur yfir. Instant nær fyrsta, Vargur hetjan í senasta rándinu fallinn. Peter með hérna til þess að svara. 4 og 3, Þór í yfirtölu en Instant er lár. Allavega einu lár. Kókó hérna halda tenginu. Alli, hann er búinn að lauma sér alla leið inn á A-ið. Bomban er, fyrir utan B-ið, þeir geta ennþá svindla því í gegn. Spurning ætlaði að frjósa og leifa alla að fara í bakið, ætlaði bara að rótita alla leiðina yfir af A-inu. Þeir frista. Frista, leifa alla að fara í bakið, ætlaði að fara stuttulegin í þokkabót. Cruiser, hann er svona byrjar að gruna þetta, byrjar að rótita. Þetta er tímasetning, alvöru tímasetning, Kókónar Ofvirkum. Peter 1 á sætinu, þeir vita hvað hann er, það er búið að kalla það út.
Hérna kemur fraggi, Pítur fallinn, Krúser 1 á 4, Vargur bjargaði þessi síðasta rándi, getur Krúser gert það hér? Það spurning, bomban ætti að fara niður á bíð akkurat núna, það alveg vita hvað hann Alli, já hann spreyja niður, það ennþá geranlegt, pikkar upp AK-in og Molla. Hann lár, en instantir lár hinum einn, hann með AK í höndunum en Kókó og Vappanum. Þetta ekki fætin sem vill taka með AK-in. Einhvern veginn þarf að byrja. Kókó, nei, hann fellir hann 16-8 og Þór eru komnir aftur á sigurbraut. Heldur betur Þórsarar að ná í sinn 7. sigur í deildinni rétt í þessu 14 stig í öðru sæti. Já, Vallega voru konur upp í hliðra og með 12 stig en Þórsarar að koma sér örugt í annað sæti aftur núna. Já, nákvæmlega og þeir sita bara það sem fastast. Það næsta lið XI í þá í það ekki rétt hjá mér og þeir eru eina liði sem að getur talentsað á stigalega síðan eins og höfum séð í gegnum tímabilið. Það getur allt gerst hérna. Já, þessi jafna miðja, það dreifðist heldur betur úr henni í kvöld. Þór upp í annarsæti með 14 púnta, Vallega í þriðja með 12, XI í fjórða með 10 og Ármann í því 5. með 8. Og svo koma Saga og Fylkir með 6 stig þar fyrir aftan. Það hefði getað jafnast alveg en dreifðist heldur úr frekar. Heldur betur, en XI alltaf eiga leiti góða, en spurning á móti hverjum sá leikur Hann á föstudaginn og hann ekki myndið Kórdrengjum eða Dusty. Þetta að lagga hérna, það komið á skjána, það Fylkir auðvitað. Já, Fylkir. Það eina liðið sem eftir. Það eina liðið sem eftir. Já. En Tommi, Þór, þeir bara byrjunleik og þeir kaffara. Þú veist, það mætti halda allir snjórin sem búin hjá okkur í kvöld, hafi mætt og bara Ármann undir hann. Já, það eiginlega bara var þannig og þetta var alveg brösulegt hjá Ármanni svona byrjun, klóraði þetta alveg tilbaka en þeir eru í rauninni bara kæfðir af handsprengjum og utility. Og hvaðan kemur það? Bara frá Della. Meiri hluti. Já, þú veist, ég átta mig á því að það ekki eitthvað sem að Þór frægt fyrir. Nei, alls ekki, en sko þeir hafa náttúrulega farið yfir þetta mapp í þaula, sérstaklega Delli þegar hann var í öðrum liðum og væntanlega hefur farið yfir það hér og þú veist, þeir voru alveg með engulinn til að spreyja í gegn líka. Delli var þar í lífinu, Rín var þar í lífinu, þeir kunna alveg á mappið en bara þeir voru miklu meira on point heldur en Ármann nokkur sinni. Ef við fyrir með þessu skorið, byrjum á Ármanni. Krúser á 16 fröggum, Hundse á 15, Pítur á 13, Vargur á 9 og Ofvirkur á 6. Ofvirkur var ekki að leikið sinni í kvöld, það var eiginlega þú veist, þessi close-ins fætar voru bara enga veginn fyrir hann. Kristján, Ofvirkur bara, sko, hann var góður í CT-hálfleikinum móti Valla. Í terrhálfleikinum, þá var hann lélegur. Við vorum að kommenta á það endalaust. Og svo án hann að fann leik í dag. Já, rífi sig upp einhvern veginn í CT-hálfleikinum og þannig nær hann að mynda skorið sitt. Hann meira og minna, senustu 3-4 leiki, ekkert búinn að vera sérstakur. Það þarf eitthvað að breytast hjá honum, því að vappin hjá honum var bara ekki impactful, hann var að kaupa hann aftur og aftur, ekkert impact frá því. Og þetta vappin eins og Bjarni var að fara inn á þetta er dýrasta vopnið. Þú ert að spila í kringum það, þú verður að treysta því að vappin sé að koma með eitthvað frá sér. Ofvirkur kom ekki neitt í kvöld. Annar leikmaður sem þetta í kvöld, Vargur, hann bara svolítið nullaði út með þessu frábæra deglu klötsi sem var alltaf æðislegt. Þetta var bara throwback. Það málið, það var nostalgi í þessu. Já, fyrir þá sem að muna ekki eftir Vargi úr 1,6 þá var þetta einn af deglu guðunum og þetta var bara throwback, sko. Þetta var rosalega fallegt. Hinum megin, instant, risastór í dag, 27 frögg, jólatoppmaðurinn, Kókó 22, Alli á 22, Rín á 17 og Delli á 13, þar af 14 með grensum og ég meina þú veist þetta var bara yfir spilum frá Þór út í gegn og raun og veru bara svona smá slömpjóðum að missa þetta niður hann eftir pistóli í seinni hálfleik sem var þetta mjög samfærandi fyrst að Vargur náði að lifa hann í Keflavík og við erum að tala það allir af frökkunum hjá Varg ári 5 af 9 að koma í 2 rándum. Já, vissulega og annað sem hægt að benda á í rauninni að þú veist þótt að Vargur sé ennþá langt í land með að vera 1,6 Vargur sem var náttúrulega bara fínóm, var bara besti leikmærin á Íslandi, þá hann ennþá með þessa ró. Hann getur haldið lífi þegar hann þarf þess. Hann getur komið með þessi klöts út af því að hann hefur verið í þessum aðstæðum áður, vissulega í öðrum leik, en róin til staðar. Hann bara
Gauri, ég er búinn að gera þetta síðan ég bara nánast fættist, skiptir einhver máli. Þannig að það þarf bara repetition yfir og þá erum við klálega að sjá einhvern leikmann sem að, já, getur verið á toppnum. Mér að Dusty er að leita leikmanni. Ég bara segja. Þór megin. Instant, átti ekki góðan leik í síðustu umferð, kemur svo hérna og bara á frábæran leik. Já, vissulega. Hann var bara allt í öllu í aðgerðum A-megin. Og Þór sliði bara svolítið í heild. Allir að spila velurinn bara. Þetta var liðsigur sem að vinst bara einmitt á samstarfi og samspili. Já, og allir sé hitta. Ég meina, Rín átti ekkert rosalega góðan leik, en það var nákvæmlega, þú hittir nákvæmlega höfuðið þar í rauninni, það var ekkert rosalega mikið aksjón. Þegar það var til hans kalla, þá náttúrulega kom hann með einhverja hluti, þú veist, deglukill og shortið á varg og ég meina, hann er 17-11, sko, þú kvartar ekki við því í úrvalsdeild. Nei, alls ekki. Þú veist, allir í Þórsliðinu áttu bara mjög fínan leik og helst mátti náttúrulega sjálfsögðu benda á Instant og Delli á utilityinu. Tommy, jólatoppmaður. Ég held að við getum ekki litið fram með Instant þetta. Jóla Instant. Við eigum líka mynda á honum með jólahúi sem er mjög gott, sko. Já, það er fínt, sko. Skemmtilegt að allir getur koma aftur í myndtöku með jólahúi. Það er fallega gert. Já, bara allt fyrir hátíðina býst ég við. Já, sjálfsög. Þá slúum við kíkja á stöðuna eins og hún er, akkurat núna. Dusty á toppnum með að leikti góða. Þeir mæta, Kortringjum á föstudaginn. Þór komið upp í 14 púnta í öðru sæti, aftur á sigurbraut. Vallega sigra Sögu hér í fyrirleik kvöldsins og er í 12 stigum í þriðja sæti. Exi spila á föstudaginn og eru í 10 stigum. Núna geta farið í 12 stig og jafnað Vallega í þriðja sætinu með sigri gegn Fylki. Ármann, þeir sitja áfram í 8 stigum í 5. sæti, 2 stigum á undan Sögu og Fylkir. En Fylkir með sigri á Exi getur jafnað Ármann og að stigum. Já, heldur betur og reyndar þá eiga þeir Ármann þar að segja innbyrðisvirðurna, þannig að þeir fara ekki upp fyrir þá, en vissulega þarna geta Fylkir heldur betur stimplað sér svona inn aftur í, miðjumóði frábær sigur á Þór í seinustu umferð. Gætum mætt heitir. Við slum kíkja á næstu umferð aftur, fáum reyðin upp. Þetta er náttúrulega 2 áhugaverðir leikir. Þetta er náttúrulega topplið Dusty sem mæti botliði Kortringja og við höfum oft sagt að Kortringin spila best á móti bestu liðunum, þannig að það verður áhugavert að sjá hvort að þeim tekst að standa eitthvað í Dusty. En Exi Fylkir, ég meina það má ekki vanmeta Fylki. Bara alls ekki. Þeir komu rosalega góðir á móti Þóri senasta leik og landa sigri, overtime sigri í þokkabót, smá reynsla í bankan þar, eru búin að eiga overtime töp, þannig að krækja í sigur á móti næst besta liðinu á Íslandi í dag ef að deildina má allavega líta á og eina sem vantar í rauninni á þessa mynd er jólasnjór og þá erum við bara í góðum máli. Ég held að þetta sé hárrétti tími til að fá smá jólasnjó því að það er komið að því að kveðja. Vodafone-deildin, þakka fyrir sig í kvöld, Tommy og Kristján Einar. Við sjáumst aftur næsta föstudag þegar að loka leikirnir fara fram í 10. umferð og við hendum okkur inn í jólafríð. Það er bara þannig. Takk í kvöld, njótið vel, sjáumst á föstudaginn.
Hey!